bara að gefa önsku orðið. Hún ætlar að setja fundinn og koma þessi gang. Takk. Komið sæl og blessuð. Velkomin. Gaman að sjá hvað þið eru mörg hérna í dag. Fyrst að láta ykkur málefni heimabæjarins varða. Fyrri hluti dagskrárinnar eru erindi og við munum raunverulega taka erindin í beit og síðan verða umræður á eftir og gerur ráð fyrir að fara í kaffi og 10 mínútur yfir 2. Og ég ætla ekki að lengja máli mitt en ég ætla að bjóða Halldór Halldórsson hjá Íslenska Karlþörungafélaginu hérna upp. Setja á hlæðinu tíðar. Já. Gjörðu svo vel. Takk fyrir fundarstjóri og fundamenn. Ég ætla að vinda mér í þetta því að ég hef 10 mínútur og ég bið fundarstjórum að mér vita þegar koma 5. Svo þetta sé nú allt tímastilt. Byrja á sýningu bara hérna að við sem sagt höfum fengið nýtingarleyfi fengið það 21. Og þetta eru svæðin, þessi Kaldalóni hérna og Æðey, þetta eru svæðin sem við megum taka efni á. Og hérna tekið hérna ofan að Skálavíkurhálsinum og sjáum við þarna yfir. Ég ætla líka að segja ykkur frá því að leyfið er mjög strangt hvað það varðar að við megum ekki taka lifandi kraftþörunga. Og við höfum svo sem engan áhuga á lifandi kraftþörungu, þeir henta ekki í vinnsluna. Við erum að ná okkur í kraftþörungaset og á sínum tíma þurftum við að gerðum við tilraunir í Arnarfirði með svona lítil plóg en eru núna með í hönnun í samstarfi við Ístækni risastóran plóg sem getur tekið upp lifandi kraftþörunga, skafið þá í burtu og sett það út á nýjum stað þar sem þeir vaxa áfram. Þetta er ekki rótfastar plöntur en lifa svona hreyfast aðeins í sjónum. Og ástæðan er svo að karlþörungar lifandi er mjög mikilvæg fyrir lífríkið. Hins vegar er ekkert líf í þessu efni sem við erum að sækjast eftir. Þannig að þess vegna gengur þetta út á það að færa þetta til. Karlþörungar er í rauninni algjörlega einstakt efni og við erum að nota þetta í fóðurbæti. Það er hægt að nota þetta í áburð, við gerum það ekki, það er engin peningur í því. Og í manneldi, eða svona supplement eða íblöndunarefni fyrir matvæliðina. Það við berum saman bara gamni og svona rafeindarsmási og limestone eða kalkstein sem er kannski samkeppnisaðili okkar í fóðurbæti. Þá er þetta sem þið sjáu þegar þið horfið á þetta gegn rafeindarsmási. Þetta er karlþörungur eins og þetta er eins og býfuglar búa innan, hefur alveg sérstaka eiginleika. Og þessir eiginleikar þeir gera það að verkum að upptakan er miklu meiri fyrir líkamann hvort sem það er skepna eða maður. Ég held að þetta eigi kannski ekki alveg við núna að ræða þetta vegna þess að þetta er ræða sem við notum alltaf á Bíldudal vegna þess að það er verksmiðjan 80 metrar frá fyrsta íbúðarhúsi, hérna er hún 500 metra. Þannig að ég held að þið muni aldrei heyri inn. En það má ekki heyrast meira í henni við íbúðabyggð eins og á Bíldudal nema eins og 40 decibel. Og það er svona eins og ísköp. Við sjáum hérna hvernig, þú veist, þegar maður talar um decibel þá er þetta svo gagnlegt að hafa einhverja viðmiðun. Varðandi ásýnd verksmiðjunnar og þá er þetta svona, þetta er ekki endanleg teikning vegna þess að það er enn verið að hanna. En þetta er svona í aðalatriðum verður þetta svona, hráefnislón innst, hráefnisgeymslur, fer svo inn í verksmiðjunni hér. Þetta er 5.500 fermetra bygging með þjónustubyggingu og ofanverðu, þar sem eru skrifstofur og verkstæði og svoleiðis. Og svo möguleiki á bæta við 4.000 fermetrum seinna meir. Þannig að uppdæling á efninu fer fram hér og útskipun hér. Aðeins nánari bara útlistun á hráefnislóninu sjálfur og svona þverskurður af því.
Við sendum inn teikningar í júlí-ágúst, sem sagt þegar það var búið að forhanna þetta fyrir okkur. Og Súðavíkurhreppur samþykkti hér formlega aðaluppdrætti að Langaravegi og hefur yfirfærið teikningarnar og samþykkt byggingaráform. Þannig að núna erum við með stöðu hjá Súðavíkurhreppi samþykkt byggingaráform. Næsta skref er það sem er í gangi núna, að verktakinn, að hann er sem sagt að hanna, fær forhönnunina frá okkur, við buðum þetta svo út og verktakinn er núna að hanna bygginguna. Nú upphafið að þessu öllu saman er viljayfirlýsing frá 2014 eða 2015 milli Súðavíkurhrepps og okkar fyrirtækis, Íslenska Kraftörorkufélagsins. Og svo tók langan tíma að fá efnistökuleyfi til þess að hægt væri að halda áfram, því að ekki förum við að staði ef við erum ekki með leyfi til að taka efni. Þá gáttum við gert samning við Súðavíkurhrepp 16. október 2021. Og svo vorum við lengi að garfa í því að fá rafmagnssamningin eða heldur að fá afhendingu á rafmagni hingað til Súðavíkur og það endaði með því að við erum að leggja fram bankaábyrgð til þess að orkubúið sé tilbúið til þess að leggja enga streng og það er auðvitað í undirbúningi. Núna erum við í umsóknarferli vegna leyfisins fyrir sjálfa verksmiðjuna. Það stendur yfir og það er verið að vinna eins og þið sjáu í landvitingunni og við þurfum að láta vinna þetta lón og það ætlum við að klára í næsta vor. Og eins og þið sáuð þá þurfti að setja farg á landbygginguna, byrjum sír, hraðar og svo framvegis. Og stefnan er svo að það verði byrjað að byggja svona í maí og helst að það klárist í nóvember á næsta ári. Komið rúmar 5 mínútur, bara sem. Já, takk fyrir það. Og uppsetning vélbúnaðarins er cirka svona september, já, við byrjum kannski september 26 og verðum vonandi algjörlega búin með uppsetning vélbúnaðar í júní 27 og byrjum þá að keyra. Já, eins og ég sagði ykkur áðan, þá útbyggum við formönnum, það er verkís fyrir okkur og svo var þetta boðið út og það voru 9 fyrirtæki sem gátum fengið að bjóða í, það var 4 íslensk. En það var bara 1 íslensk sem tók þátt. 3 íslensk gáðu þetta frá sér. Vildi ekki einu sinni bjóða í. Og niðurstaðan var sú að Lagogep frá Ungverjalandi var hlutskattast og er að vinna þessa lokahönnun sem byggir auðvitað á okkar forhönnun, kröfum okkar, kröfum Súðavíkurhrepps og lögum og reglugerðum. Og eins og Lagogep hugsar þetta þá mun byggingarefni berast hingað með skipi, bara eins og flestar byggingarefni berst til Íslands með skipum. En í þessu tilfelli er bara hugmyndin að koma bara með það alla leið, bara með sérstöku skipi. Og það er stefnt á að hefja framkvæmdir í maí, eins og ég sagði áður. Og þannig að það mun margt fara að gerast núna fljótlega. Og já, eins og ég sagði, verktakinn hans er að loka hönnun og byggingu. Og við erum svona vonast til þess að sjá endan á því svona miðjan janúar að þá verði þessi hönnun á næstu búi. Og þetta verður stálgrindahús, en sem þjónustubyggingu verður auðvitað miklu leyti steypt. En stálgrindahús, þannig að einingarnar í það koma tilbúnar. Og við vitum svo sem ekkert hversu mikið verður staðsteypt. Ég segi hvort þarna, en við vitum svo sem ekki hversu mikið verður staðsteypt og hversu mikið koma steyptar einingar. Það er algjörlega verktakans að ákveða það. En ég veit að verktakinn hefur verið að tala við ansi marga hérna á svæðinu, þannig að hann hefur verið að leita eftir samstarfi. Við vitum ekkert hvernig verður staðið á húsnæðismálum starfsmanna þann tíma sem að verktakinn verður að byggja. Hann hefur verið að skoða, eða þau hafa verið að skoða bráðabirgðahús sem að væri svo umsvöldlega seld aftur sem sumarhús. Þau hafa verið að skoða hvort það sé hægt að leigja húsnæði, hvort það sé nægt húsnæði á svæðinu til starfsmanna. Og já. Nú, hvað var það framkvæmdina var að setja upp verksmiðjuna sjálfa, þá verður það undir okkar stjórn að sjálfsögðu. Og svo veljum við íslenska verktaka í það.
og erum einmitt að fara að heimsækja ansi marga hér á svæðinu núna 11. og 12. desember. Og ef allar framkvæmdir standast áætlun, þá munum við svona í upphafi ársins 2027 ráða starfsfólk til að vinna í verksmiðjunni Súðavík. Við vorum nú að ráða Hlyn, hann var nú bara að byrja hjá okkur í Bólungavík, þannig að hann er farin að vera á Bíldudal og er farið að læra það á verksmiðjuna og læri það. Þannig að við munum ráða starfsfólk og fara með á Bíldudal og kenna í það og svo mun þjálfaða starfsfólkið ásamt reyndum einstaklingu það að koma verksmiðjuna af stað með okkur. Og við stefnum altså að frá og með upphafi ársins 2028 verðum við bara komin í fulla reynslu hér og þá erum við að tala um verksmiðju sem keyrir allan sólarhringinn, eins og á Bíldudal. Nú þegar ljóst hvernig starfsfólk skiptist á milli svæða, hversu margir munum koma frá Ísafirði og svo framvegis og vinna hér, því að þetta er eitt atvinnusvæði, að þá munum við taka ákvörðun það hvað við þurfum að sækja hér sem lóðir til þess að byggja. Við höfum byggt á Bíldudal og við eigum íbúðarhúsnæði á Bíldudal og við viljum að sem flest okkar starfsfólk búi í Súðavík. Það hefur þróast þannig á Bíldudal að það búa allir á Bíldudal, eða nánast allir. Nú bara svona að lokum bara segja ykkur frá því að einn af kostunum við það að við skipum þessu beint út í skip bara við hlið verksmiðjunnar er það að öll vörugjöld renna til sveitarfélagsins. Í staðinn fyrir að í flestum tilfellum er framleiðslu af Vestfjörðum trukkað í burtu og það er þá Faxaflóahafnir sem að fá tekjurnar. En við erum að borga allt upp í 3,5–4 milljónir á mánuði í vörugjöld á Bíldudalsveg bara fyrir það sem við skipum út. Nú þetta var nú bara til þess að minna okkur á að við erum að framleiða fóðurbæti. Við erum auðvitað vottuð alveg frá A til Ö með alla okkar framleiðslu, hvort sem það er í fóðurbæti eða mat. Þetta eru svona myndir af bara svona framleiðslu við erum í mannréttunum sem við erum að selja í. Og bara svona dæmi, þið þekkið mörgur af þessum merkjum, bara svona dæmi viðskiptavinni hjá okkur. Og dæmi til dæmis íslenska viðskiptavinni sem eru að kaupa okkur og framleiða. Hvað var þetta langur tími? Heyrðu, þetta voru bara 10 mínútur og 30 sekúndur eða svo. Vel gert, Halldór. Og hafði engar trú á mig. Nei. Ég var að segja ykkur, hann sendi mig glærurnar og ég sagði, þú veist, þetta eru bara 10 mínútur en það ekki. Ég hringdi í hann sérstaklega og hann sagði, ég svigrúm. En næst vil ég bjóða hann Gauta Geirsson hjá Háafelli hérna. Ég veist ekki glærurnar því mér í gang. Engin pressagötu, þetta er 10 mínútur. Góð daginn og gaman að sjá ykkur svona mörg hérna í Súðavík. Gaman að fá að vera með ykkur. Ég sé að þú skiptist hérna leiðilega í tvennt. Myndin af Súðavík Ernin að sigla inn, en ég ætla bara að fara svona stuttlega yfir stöðu Háafells, hvað við erum að gera, hvert við erum að stefna og kannski byrjum á hvernig staðan er akkurat í dag. Við erum með þetta leyfi fyrir 6.800 tonna límmassa á þessum 4 árgangarsvæðum í djúpinu og svo A, D og B séu svona varasvæði og þessi gulu punktar það eru svæði sem við erum að nota í raun og veru. Við vorum með regnboga inn á Bæjarhlíð, svo við verið með endi inn við Vigur í Korradjúpinu fyrir utan hlíðina og svo núna í Seyðisfirði. En þegar fram í sækir þá vorum við fókusa á þessi 3 svæði, sem við erum á sikkoru svæðinu og þá hættum við í Seyðisfirði. Það var svona millibils ástand að vera þar á meðan að það var ekki heimilt að vera með eldi á frjóu laxi fyrir innan æði, en það er að breytast núna. En við erum að ljúka við umhverfismat fyrir aukningu upp í 11.300 tonn og það er umfram heimildir sem hafa ekki verið úthlutað í djúpinu.
og við erum, eins og þið sjáum, með mörg svæði. Þessi áform 7.000 tonn, þau kom upphaflega frá 2011 og okkar sýn hefur frá þeim tíma verið að fara af stað, ná okkur í þekkingu, reynslu og byggja á henni í skrefum. Þannig að þetta er svona í takt við það að þessi svæði bera mun meira en 7.000 tonn og okkur þykir því eðlilegt að við getum þegar við komum með góða reynslu og þekkingu að halda áfram að vaxa. En við erum dreifð, við erum með starfsemi samt eingöngu við Ísafjarðardjúp. Það telur samt 3 sveitarfélög. Við erum með seiðaldastöðin okkar á Nautinni, þarna innst inn í Djúpi og hún er í sveitarfélaginu Strandabyggð þó að reynda margir starfsmenn hennar séu með lögheimili hér í Súðavík. Svo erum við þjónustustöðin okkar hér í Súðavík. Hérna gefum við út þjónustubátana okkar og komum með dauðfisk í land og erum með fóðurvægar og fleira og svo erum við með skrifstofu á Ísafirði og svo erum við með starfsfólk alls staðar af svæðinu, Bolungarvík, Flateyri, Ísafirði, Súðavík og þannig að við erum fyrst og fremst hér. Við lítum okkur bara á sem djúp félag og starfsmennir eru orðnir í dag 32. Þetta er svona filosófían, þetta eru gildin okkar, þetta er áhættusam grein en hún er ábatasöm en vel tekst til. Við erum í uppbyggingafasa, við settum út fyrsta laxi núna 22 og erum að slátra þriðju kynslóðin okkur. En þetta er innvinklað í okkar nálgun að þetta fyrirtæki, HG móðurfélag okkar, er búið að vera hérna lengi, 85 ár. Og hér er ekki neinn skjótfengi gróða að ræða. Hér er verið að hugsa til langs tíma, fjölga stoðunum undir stoðir fyrirtækisins og samfélagsins þá leið. Þannig að hér er verið að hugsa til langs tíma og þannig að það er mjög mikilvægt okkur, við erum ekkert að pissa í skóinn okkar. Við ætlum að byggja starfsemi með varfærinni nálgun og vanda okkur. Af hverju erum við hér? Ísland er af mörgum mest parturinn lokað, suðurströndin er lokað fyrir eldi af náttúrulegum ástæðum og svo var tekin ákvörðun að loka Norður- og Vesturlandi vegna nálægðar laxveiða á. En hér erum við búin að vera lengi og innan fyrirtækisins er mikil þekking bæði gegnum rækjuveiðar og við vorum svo heppin að njóta starfskrafta þurrreynda rækjumanna í eldinu okkar líka og þá fyrst í þorskeldinu þar sem við byrjum að þrefa okkur áfram og við hefum tekið þá reynslu úr rækjunni, úr þorsknum áfram inn í laxeldið, varðandi staðarval, varðandi aðstæður en við sjáum það að hér eru mjög góðar aðstæður. Það er gott dýpi, það er góður straumur, það er gott súrefni og þörungablóm er ekki að hafa tilefni áhrif á okkur yfir þessi 24-25 ár sem við höfum verið með eldi hér. Þannig að við erum búin að velja okkur velstæðina. Hérna er framleiðsluferlið, við byrjum á Nauteyri þar sem við fáum egg í bökkum frá vogum, frá stofnfiski eða benchmark. Þar kveikjum við þau út, ölum þau í 1–1,5 ár á landi áður við flytjum þau í sjó. Þar taka við 16 til 21–2 mánuðir áður en við sækjum svo fiskinn og flytjum hann í slátrun og flytjum svo út á markaðinn. Og allt er þetta tímafrekt ferli frá því að ákvörðun er tekin að byggja upp og ala seiði. Fyrst þarf að stækka stöðuna og dýra hann klára. Svo þarf að bíða í 2–3 ár á meðan að vera að láta fiskinn vaxa og dafna áður en hann fer svo út í markaðinn. Við höfum verið að styrkja innviðan okkar. Í ár keyptum við val, brunnbát nr. 2 á íslensku flaggi. Hinn er Papey sem þið þekkið nú vel hér. En við á þetta ásæst erum 2 íslensku brunnbátana. Við erum stolt af því og þið hafið kannski séð það, við höfum verið að nota það mikið, við kemum betur að því eftir. Bæði í seiðaflutninga, pabbi var að flytja seiði með okkur í sumar líka með valnum og svo voru að flytja vatn sem er aðgerð bara til lús. En þetta eykur
afkastagetu okkar, við getum notað í seiði, við erum að nota þetta í lúsamálum og svo getum við slátrað með þessu bát og þetta styrkir okkar rekstur. Það er ekki bara gull og grænir skógar í þessu, það eru áskoranir í þessari grein eins og þið hefur ekki farið varhluta af. Og þar eru stærstu áskoranirnar sem að við fókusum langmest á, það eru það sem við getum haft áhrif á og það er velferð á lifun og fisknum, það er áhrif á lífríki, það er að reyna að koma í veg fyrir sleppingar og svo er það lúsin sem svo tengist þessari velferð. En ég ætla að fara kannski aðeins yfir hvað við erum að gera í hverju einni áskorun því að þetta er mikil vinna sem er fólgin í því að halda þessum þáttum í lagi. Svo er líka aðrir þættir sem hafa áhrif á reksturinn hjá okkur og það er skilyrðin sem við stöndum fram fyrir, það er lagaumhverfið og rekstur. Við reynum auðvitað að hafa áhrif á það og vinnum í því að koma okkar áherslum á framfæri. Og svo er það markaðsstarfið, eða markaðirnir sem að geta verið kvikir eins og við höfum fundið fyrir í ár. Það hefur verið lélegur laxaverð í ár, en við erum að gera það sem við getum þó til þess að nýta stöðu okkar úr þessari vinnu inn í markaðsstarfið og fá þarlega til betra verð fyrir vörur okkar. Lúsin er stærsta viðfangsefni laxeldis í dag. Við erum að beita fjölmörgum aðferðum gegn henni. Fyrst og fremst stærsta aðgerðin hjá okkur hefur verið í uppbyggingu á nautdýri. Þar erum við búin að vera í milljarða framkvæmdum til þess að byggja þá stöð sem hefur skilað frábærum seiðum og það er gaman að hafa Jórdan hérna með okkur í dag. Hann hefur hvert annað Íslandsmetið á fætur öðru að skila fallegum og heilbrigðum seiðum út í sjó og þessa stöð hefur verið að stækka og þar ætlum við að hafa fiskinn ennþá lengur og skila á okkur stórum seiðum. Það er litið auka landeldið og stytta tímann í sjó sem eykur framleiðslu og dregur úr tíma sem að lúsin hefur til að margfaldast. Það er risastórt skref, Færeyingar hafa tekið risastórt skref í þessum málum með góðum árangri. Norðmenn eru að stefna þessu líka og við erum á fullri ferð. Við erum að nota alls konar verklag við fóðrun til þess að stytta tímann sem að fiskinn er uppi í lúsalervunum. Við erum að nota lúsapils sem er svona segl sem við setjum utanum kvíarnar til þess að varna því þess að lervur komast inn í kvíarnar. Við erum að nota hrognkelsi sem er að éta lúsina af fisknum. Við erum með stingreiðin, leyserinn. Það er stjörnustríð í djúpinu hverju degi. Það sem að 20 leyserar skjóta 100.000 skota, púlsa á lús og drepa hann. Og við erum bara að sjá virkilega góðan árangur. Og við erum að fagna því þessa dagana, við erum að fara út úr öðru árinu án lyfja eða meðferða gagnvart lús vegna þessara aðgerða og það er ekki síst líka vegna ferskvatns dælingun okkar. Við höfum bæði verið að setja vatn á Súðavík og Ísafirði og sótt og dælt ferskvatni inn í pilsinn sem hefur áhrif á fiskilús sem að stundum er gefið lyfjafóður við ef hún kemur í miklu magni. En fiskilús kemur af þorski og ufsa í sjónum og getur margfaldað sig á fisknum. Hún er miklu minni og skaðminni en laxalús en þar gætur á hann enga síður. Þannig að þarna erum við á árangri. Við erum með fjölmargar aðgerðir í slysasleppingunum. Við erum að fara yfir rútínur, fjárfesta í netum og verið í samtali við Veðurhafa og Hafró og fleira aðgerðir ef og það koma til slysa að við getum brugðist við þeim þannig að það sé ekki að trufla virkjustofnana. Við viljum hafa þeirra sem bestan. Lífríkið erum að passa mjög vel. Þetta er, eins og ég sagði áðan, mikil vinna farið fram í svona forvinnu fyrst. Svo erum við að vakta í framhaldinu. Við erum að prófa botninn ofta á ári, bæði á meðan eldurinn stendur, eftir því á meðan við erum með hvíld og fylgjast mjög vel með og stofnanir fylgjast með þeim mælingum og leyfa okkur í raun ekki að setja út nema það er mælingar sér í lagi. Þannig að það er vel fylgst með botninum, sjónum í kring. Við erum að nota tæknina í fóðurtækni og allar þessar aðgerðir skila okkur í betri velferð sem er grunnurinn að okkar rekstri. Við þurfum að láta fiskinn lifa, láta hann hafa það gott, láta hann vaxa til þess að ná árangri. Og ég tók bara gamni saman
niðurstöður úr öllum kvíum sem hafa haft nautdýrafisk hjá Háafelli undanfarið 3 ár, sem sagt í Skötufirði, Kofadýpi og í Seyðisfirði, og í öllum þessum kvíum eru við með að meðaltali 6,7% afföll eftir sem sagt tæplega 2 ár í sjó, þannig að það er rúmlega 3% afföll á ári sem held ég bara sambærilegt við aðra svínarækt og jafnvel með hærri sem dæmi eða kjúklingarækt, þannig að þetta eru góðar tölur og við erum að sjá 94–95% fyrsta flokks vörur. Þannig að fiskurinn er að hafa það gott. Þetta er markmið og þetta er það sem við erum að vinna allan dag og mun skapa okkar samkeppnishæfni. En ég veit ég komin yfir á tíma, þetta er reyna að tala hratt, mikið að segja, en þetta er leiðin áfram. Við erum að byggja okkur upp, við erum í uppbyggingafasa og við þurfum að passa okkar hluta, gera okkar hluta vel, láta verkið tala og byggja upp traust. Þannig að samfélagið og stjórnvöld hafi trú á þessu. Það eru rosaleg tækifæri í þessari grein og ég held að við séum að sjá kannski toppinn á ísjakanum í því. En þá þurfum við að standa okkur vel, vanda okkur og bara takk fyrir, gaman að fá að gera með því. Kærlega Gauti. Ég held ekki að spila tímann. Ég held samt sem að innan tímans að þú hafið mögulega farið nálægt einhverju svona Íslandsmeti á orðum á mínútu líka Þannig að en næst ætla ég að bjóða þetta upp Þorstein Másson og Finnur Snorradóttur hjá Bláma. Henni upp. Já, takk bara fyrir að bjóða mér og gaman að vera hérna. Gaman líka að hlusta á allt að gerast í Súðavík. Sem mörg að vita þá að við verðum að vinna að þessu verkefni að koma upp sem svona heitum pottir fyrir neðan kirkjuna. Þetta verkefni er búin að þróast og breytast og tefjast. En svona góðir hlutir gerast hægt og nothing great is easy, eins og einhver sagði. En svona kannski fyrir þau sem að er ekki alveg inn í þessu, þá er markmiðið að nýta að hluta af gömlu vatnsveitunni, taka þar af, búa til heitt vatn, setja varmadælur, þannig að við getum byggt upp svona heitipotta aðstöð þarna í fjörunum. Og kannski uppalega hugmyndin var bara að þetta er bara svona eins og fyrir eitthvað sem var að koma á Drangsnes, kannski 1-2 heitipotta og þetta fer sjóinn og svo seinna ef efni standa til og fólk veit þá er þetta byggt þetta upp, stækka þetta jafnvel, búa til eitthvað svona tourist destination úr þessu, en það er náttúrulega bara í höndunum á fólkinu í Súðavík. En klárlega tækifæri í því höldum við að nýta þetta, bara aðalega kannski staðsetninguna sem er eins og við náttúrulega fengum að sjá í sumar. Ég myndi að fyrir einhverju túristæði að við að sitja í heitum pottum og svo bara einhverju hvalir og það er alveg einstakt og þekkist bara eiginlega ekki á Íslandi að vera með svona tækifæri, að geta verið svona nálægt náttúrunni við sjó og einnig fengið að sjá eins og hvali og fugla og annað slíkt sem er á langferðingu. En svona staðan á þessu verkefni er svo að þessi segir hefur tafist aðeins og það helgast kannski af því að við erum að prófa hluti af þessu ný tækni, að nýta svona að hita vatn á nýstannan hátt sem að við erum kannski svona við nefndum að þessi basli með. Við vorum með svona annars vegar bara að færa aflið niður úr vatnsveitunni niður í tækið, erfðar með hérna og svo svona þetta er kannski svona pínutækilegt en að skoða svona besta túrbínuna sem að snýr síðan tækjum sem býr til hitann. Það er svona, en alveg mjög eðlilegt í svona nýsköpunarverkefnum sem eru frekar útströppuð af peningum að þetta svona taki aðeins lengri tíma en við höldum. Við erum eins og bara, heitipotturinn er kominn, við ætlum að nota varmadælur, þannig að þó að þessi tækni fari til logandi helvítis að þá munum við samt geta haft heitt vatn í pottunum. Þannig að þetta er allt í vinnslu og ég er kannski svona bara það er mjög gaman að vinna með Súðavík. Ég hef tekið svona
bara verið áfram með þetta, tekið risk með okkur. Svo bara líka höfum við fengið fjármagn úr fiskeldissjóði. Við kemur kannski svona á endanum úr vasanum með Gauta og Einari, en svo líka veit ég að Jóhanna Ösp hefur verið, svo ég held að hún hefði verið okkur mjög hliðholl í þessari úthlutunum að við fengið tvisvar í þetta verkefni. Hún er á Eikónum og er svona okkar kona í fiskeldissjóði, enda er þetta bara frábært verkefni og alveg samtímashæft við önnur verkefni sem að hafa hlotið náð eða ekki hlotið náð hjá fiskeldissjóði. Og en þetta er bara svona, við komumst í heitapottinn í sumar, við ætlum að gera núna í haust, en í sumar verður þetta tilbúið og svo bara, eins og ég sagði á hann, þá munum við bara hvernig við viljum taka þessu áfram, hvort það verður bara svona fyrir lokala aðila og vel vanda Íslendinga bólinga, eða hvort við tökum þetta bara á næsta level og gerum þetta að einhverju svona túristdestination. En mér langar bara aðeins að segja líka að núna eins og Halldór fór yfir þetta að koma kartöfluverksmiðja, það er svona mikið umleikis fiskeldi að vaxa hjá Gauta og þetta mun opna, held ég, bara þessi landfyllingin á Langeyri, mun opna á tækifæri og til þess að fullnýta þessi tækifæri. Það verður að fylla rafmagn í gerði Sprenginn. Halldór kannski ekki að fullnýta það, þannig að það getur verið tækifæri fyrir önnur verkefni að nýta það. En kannski svona, ef við ætlum að fullnýta þessi tækifæri, sem að klárlega munum verða hérna, þá held ég að samgöngubætur séu mjög eðlilegt og nauðsynlegt næsta skref. Og þetta kannski segir við okkur Ísfirðinga og Bolvíkinga, ég held að það sé krúsíal líka fyrir okkur að leggjast á áræðunar göngin hérna á milli. Af því að ef við tökum bara dæmi laxahúsi í Bolungarvík sem endar að kosta 6 milljarðar þetta, kannski aðeins svona yfir budgeti, en svakaleg framkvæmd, það er gríðarleg áhrif á samfélagið okkar, bara út um allt. Þetta hefði aldrei verið byggt nema út á göngunum til Bolungarvík. En við vissum það ekki þá. Við vissum ekki þá, þegar við vorum að berjast fyrir því að fá göngin, að það myndi svo endanum vera nauðsynlegt til þess að koma svona stórri fjárfestingu út í Bolungarvík. Og sama mun gilda með Súðavíkurgöngin. Við vitum ekki endilega hvaða verður, hvaða svona afleiðingar það mun hafa fyrir allt samfélagið ef við erum búin að taka þessi samgöngubætur. Þess vegna held ég að það sé svona einhvern veginn sameiginlegt verkefni og þetta á líka við sem er svona kannski okkar hugarefni, þessi orkufreka starfsemi. Við erum að sjá fara í ganga næsta árum 3 stórar virkjanir sem einn okkur gaf út og 2 okkar mælikvarðar stórar. Það er hérna Kristjanstókuvirkjun og Hvalárvirkjun og sem þýðir að aðgengi orku mun aukast, sem þýðir að mögulega einhver tækifæri sem við sjáum ekki alveg fyrir núna opnast og þá held ég að sé nauðsynlegt að vera búin að svona undirbúa það með til dæmis samgöngubótum sem er svona kannski næsta rökrétta skref í uppbyggingunni hérna. Og kannski bara lokum langar að segja sem að stendur okkur aftur nær er að sem dæmi við vitum ekkert endilega er að það er til dæmis núna varmadælutækni sem að gerir varmadælur samkeppnishæfar við jarðhitann og en þú ert að finna eitthvað svona sorshita einhvers staðar, hvað sem hann tekur í jörðinni eða loftinu eða sjónum, að til dæmis að fara með að taka sorshita úr jarðgöngum. Ef við erum hönnuð þannig, þá getum við að fara með lúpu bara inn í göngin, tekið 7-9 gráður berghita og þá komum við með rekstrarhæfa hitaveitu eða aðgengi að varma sem keppir bara við svona þokkalega ódýran jarðhita. Þannig að ég myndi bara segja að til þess að halda áfram þessari uppbyggingu, hvort sem það er næs heitipotadót eða stór iðnaður, eða hvað það er, þá held ég að svona samgöngubætur séu lykilatriði. En ég bara hlakka til að fara í heitapottin hérna í sumar til að hafa þetta farið með. Hvað var það í tíma? Ég er Englara 6,5 mínúta. Núna hafið þið kost á, mér langar að bjóða frumælendur að koma hérna upp því að það er eflaust spurningar sem brenna á ykkur varðandi erindi þeirra.
byrja bara hérna aftast, gera svo vel og ég ætla að biðja ykkur bara að kynna ykkur og svo bera fram spurningu. Gjörðu svo vel. Ég heiti Dagbjört og hérna þorpari. Súðaði. Og ég með tvær spurningar fyrir Gauta. Önnur svo að ef ég það sem maður heyrir að þá gengur ykkur alltaf sólu með ykkar verkefni hjá HG. Við heyrum ekki þessar hryllingssögur eins og við heyrum frá Arctic Fish og Arnarlaxi og Slíðrasleppingar og alls konar hrylling og þið eru að gera náttúruvæna og góða hluti. Hvernig stendur á því að við heyrum aldrei neitt þetta? Ég hlusta á fréttir, svona sæmilega á næsta mann og það vegna sem menn tíma ekki að hafa svona PR-manneskju til þess að koma þessum góðu fréttum út í samfélagið af því okkur veitir ekki af það. Hin spurningin, hvers vegna í greflinum þessi blikkandi kví fyrir framan Súðavík árum saman, við vitum öllum ekki notuð og þetta sjónmengun og leiðindi. Meira var það náttúrulega. Já, takk. Kannski byrja á henni og hver svo hittist að hver allir klára að sláta fyrir 3-4 árum eitthvað svo leiðis regnboganum sem var 21-2. Við höfum hugsað þessi kvíar sem svona, hvað að segja, backup. Ef að einhver aðstæður það eða eitthvað tjóna einhverju kví á hinu svæðunum eða eitthvað slíkt að þyrfti að færa fiskinn á milli, þá væri gott að eiga eitthvað svo leiðis. En ég held að þetta bara góður punktur. Við erum að byggja upp fleiri ramma og staðsetningar þar sem við gætum jafnvel haft þá þessar varakvíar þar. Þannig að tek þetta bara, við skoðum þetta. En varðandi PR-málið, þá höfum við bara verið kannski einmitt að bóla kafi í að reyna að láta verkin tala og reyna að ná árangri sem hægt á að tala. Það auðvelt að setja sér fögur markmið en svo þarf að vera innistæða fyrir þeim. Ég held að líka bara góð hvatning. Við þurfum að vera duglegir að segja frá þessu og koma þessu út. Því að það veitir sannlega ekki af í umræðinu þar sem mætti halda að vera bara dauð og djöfull svona út á við. Mér finnst það háanlegt að vera duglegt að nota samfélagsmiðla. Mér finnst þetta frábært kerfi að allt að þú varst eitthvað vilt fyrir landafræðinu. Það alveg sköldur. Þú heldur ennþá að þú sett með kvíjar sköldur fyrir. Já, sorry. Ég hef aldrei með kvíjar sköldur fyrir. Þú ert búinn að leiðrétta mig á það. Ég verð alvarlega að taka þetta til aðtöðum. En við erum búin að breyta eitthvað mast. Nú erum við bara í starfslíf. Já, það sá það. Vel gert. Fleiri spurningar? Gjörðu svo vel. Mér er að spyrja Kalkþörungafélagi, Halldór. Þú talar að þið verði eingöngu í dýrafóðurinu, er það ekki? Nei. Ætlið að fara í fjölbreyttari framleiðslu? Já, bara eins og á Bíldudal. Eins og því. Það má segja að ef ég svara strax þessu, að við erum í þrenns konar framleiðslu. Við framleiðum efni fyrir vatnsveitur í Evrópu. Það er að segja vatn döðurhreinsað víðast í Evrópu og það verður þá steinefnalaust. Og við seljum framleiðenda í Frakklandi sem framleiðir kalkþörungasýjur og þá döðurhreinsað vatn síðan í gegnum þær og fær steinefni í sig aftur. Því það 74 mismunandi steinefni í kalkþörungum og kalki 34% sem það sem við erum að breyta eftir. Við framleiðum svo fótum og það í rauninni ásaldið svona dýrri sillu, ef ekki orðað þess að svo. Við til dæmis seldum í fyrra 7.000 tonn til Sádi-Arabíu til Egyptalands og það bara næstuð verðmætt eins og bara manneldi. Og í þriðja lagi þá framleiðum við til manneldis. En ég get bætti við að meðan að verksmiðjan á Bíldudal, af því að við erum með leyfi þar til efnistöku út 2033, að þá verður væntanlega með að við erum að koma verksmiðjan af stað og þá finnst mér líklegt að manneldi verði eingöngu á Bíldudal fyrstu 2-3 árin og það er svo hingað. Já, gjörðu svo vel. Elsa heiti ég, ég er þorpan eins og Dagbjört og fleiri. Ég með tvær spurningar. Það er fyrsta lagi hversu mörg störf eru áætluð að verði verksmiðjunni þegar hún er orðið komin af stað. Og eins með eigum von á vik 9
vindur eða rykmengun semst í áttina að þorpinu þegar að standa þannig áttina. Og ég ætla að undra nota það fyrir að hrósa Steina fyrir að nefna þetta með samgöngumál. Ég held að sé rosalega mikilvægt að þeir sem að koma hér að starfsemi innan þorpsins að þeir leggist á eitt, ekki síst þá í samvinnu við Súluhverfi. Þegar við vitum að þetta er pólitík, það er það sem liggur á bak við það og það þurfa margir að standa þétt saman til þess að þetta verði saman. Takk fyrir það. Já, og þetta má taka aðeins komin að samgöngumáli, sko. Þetta hefði hentað okkur best að jarðgöng væri komið. Þá hefðum við ekki þurft að leggja fram heilan milljarð í bankaábyrgð gagnvart Orkubúi Vestfjarða. Samningur sem við skrifum undir hér í fyrra. Og að öllu leyti þurfum við þessi jarðgöng. Hins vegar eins og Steini sagði, þá mun þetta þýða það að fá enga strengi, mun þetta þýða betra öryggi hér í rafmagni, pluss að það verða væntanlega einhver 10 megawatt á laus, mjög líklega. Þannig að það er rúm fyrir gríðarlega mikið hérna sem að þarf á rafmagni að halda. Þannig að fullt tækifæri. Varðandi fjölda þeirra sem vinna í verksmiðjunni, þá var gefin út skýrsla, KPMG gaf út skýrslu út af þessu verkefni 2017, þetta mikið leit orðin úrreld. En þar er talað 20-22 störf beint í verksmiðjunni og svona 9-11 afleidd störf og þetta muni snerta afkomu 90 manns með einum öðrum hætti. Nú vitum við ekki alveg nákvæmlega hvernig tæknin verður. Við sýnist stefna í að hún verði ekkert ósvipuð og Bíldudal. Og ef við erum með 4 vaktir þá þurfum við 4-5 á hverja vakt. Þannig að það getur stemt nokkurn veginn. Og svo þurfum við eitthvað dagfólk líka. Við þurfum fólk í gæðaeftirlit, við þurfum fólk í skrifstofu og við þurfum fólk í daginn bara við að meðhöndla efnið úti. Hvað var það rykmengun að þá var það þannig að Lengivel og Bíldudal var svokölluð vothreinsun og það var spreyja efni inn í skorsteinni til þess að ná rykinu úr, breyta því í rauninni í leðju sem fór aftur út í rafstóni. En við erum algjörlega komin yfir í pokasíur þar og báðaþurrkara og höfum líka leið endurnýtum við hitann, hann að taka glatvarmann. Það getur vel verið að sé einhver glatvarmi handa fyrir samt sem áður, við skoðum það bara, ef það verður ekki. Við erum að spara hér hálft megawatt með því að taka glatvarmann tilbaka inn í þurrkaran aftur. Og en við með þessum síum að þá hefur okkur tekist alveg ágætlega að halda rykmengun í algjörðu lágmarki. Það fyrir alltaf einhver ryk út. En það er ekkert eins og var á Bíldudal þegar það ryk sást á bílum og eitthvað svoleiðis. Það er algjörlega horfið og maður verður sjálfs ekkert var við það. Þannig og leyfið á Bíldudal er 20 milligram fyrir hvert rúmmetri sem fer út. Og við höfum alveg verið vel undir því í svona flestu mælingum. Ef það er einhver komið upp á eins og rykna síða eða slíkt. Þannig að ég hef ekki ágjörð því hér. Ég bara að segja auðvitað fyrstu mánuðina og jafnvel fyrstu 2 árin þá förum við kannski ekki í 20 eða 25 manns. Það tekur tíma að koma svona verksmiðju af stað. Við byrjum með eina línu og svo seinna sitjum við línu nr. 2 bara alveg eins og á Bíldudal. Fleiri spurningar? Ekkert sem brennur á okkur? Þessi góðu menn geta svarað? Nei? Ég vil kannski bara bæta við varandi tækifæri, við erum nýkomin frá Noregi, við vorum að skoða svona landtengingar fyrir skemmtiferðaskip og þar eru hafnir, náttúrulega kannski stærri en samt ekki mikið stærri í Ísafjörður hvað var skemmtiferðaskip, en svona svipuðu pari. Þar eru við kannski með 2-3 hafnir þar sem þau dreifa skipunum. Og þegar göngin eru komin þá getur vel séð, þegar overflow í Ísafjörði eða einhver stærð eða eitthvað, þá getur þau komið hingað og þá er svo lítið mál, þá er einhverjum á sama svæði að keyra gestina til og frá. Þannig að það er svona bara einn, maður langar bara að henda einn þegar þið farið svo lappið yfir í göngunum og þá er þetta fjárfestinguna með náttúrulega og... Gjörsver? Finnur ég, fæddur þorpari, þó ekki þorpinu Súðavík. En Gauti, til að byrja á þér,
má vel vera að vera á einhverju glærunniðinni en mig langar að vita því að ég reyni að fylgjast með fiskeldinu. Þetta er greinilega framtíðar undirstaða undir tilveru okkar á Íslandi og það eldið ykkar inn á Nauteyri. Að hverju stefnið þið þar? Ég meina í stærð seiða. Og fyrir þig Halldór, laun eru þau samkeppnisfærir til dæmis á Bíldudal, við erum með laxeldi þar til hliðar við ykkar ágætu verksmiðju þar. Og Þorsteinn, ég hefði helst viljað, og þið kannski hafið það er að segja ráðgjöf fyrir okkur sem erum að gera út hús í Súðavík til dæmis og reyndar víðar. Kynntikostnaður hár, að tala við sölumann sem vil selja manni varmadælur. Hann segir oft á tíðum allt annað heldur en sá næsti sem hann var heimsæktur. Eru upplýsingar fyrirliggjandi hjá ykkur? En að öðru leyti, takk kærlega fyrir að vera til. Ég kannski byrja bara með seiðastælina. Við erum að framleiða, núna höfum við verið cirka 200 grömmum og erum í áfangum sem við erum að klára núna, þá erum við að fara upp svona 300-400 grömm. Svo er þetta alltaf formúla, hvað tökum við mörg seiði á móti stærð, þegar svo mælum þetta svo í lífmassa. Við erum með 800 tonna leyfi á Nauteyri fyrir eldi þar. Þannig að við erum kannski að stefna upp í, hvað ég segja, 500 tonn á ári af lífmassa eins og þetta núna og svo möguleikar á frekari stækkunum. En það fer svona eftir þróun og kannski hvernig gengur í leyfismálum og öðru. En svona 300-400 grömm núna og svo sjáum við til. Já, ég fyrirgefði ekki framlega að mér sýnist einhvern veginn eins og seiðaeldisstöðvarnar séu að stefna í 1000 grömm. Já, og þangað erum við að stefna. Já, ok. Þannig að þetta er kannski meira hvernig þetta er staðan núna og svo erum við að fikra okkur upp í ofar og ofar. Og milljarða fjárfestingu viðbót. Já. Já, samkeppnishæft, já, það urðu breytingar þegar að eldi byrjar að viti á Bíldudal að þetta er eftirsóknarvert störf í eldinu og kannski spennandi að því leyti að þetta er útistörf líka og svona, þannig að það fór nú eitthvað af fólki frá kalkbrunnsverksmiðjunni yfir í eldi, kannski eðlilega. En það er líka kostur að hafa fyrirtæki sem að keppa starfsfólk. Þannig að staðan í dag hjá okkur er svo, já auðvitað á þeim tíma var náttúrulega voru kannski bara 10-12 manns að vinna hjá okkur. Við erum með 32 í vinnu núna. Það er 1/3 Íslendingar og 1/3 fólk af erlendu bergi brotið, en margir að hafa keypt sér hús, eitthvað búin að setja stað. Og hafa stofnað fjölskyldur. Það hafa orðið til fjölskyldur bara okkur kynst innan fyrirtækisins. Og við erum með svokallaðan stóriðjusamning. Þannig að við erum með sambærileg laun bara og stóriðjan að borga. Þannig að það er ágætlega samkeppnisfært. Já, þetta er bara mjög góð og valid spurning, þannig að við erum alltaf með mikinn ambassador í teiminu, þannig að erum við ekki bara að hlaða í einhvern fund og svo fáum við einhverja svona ráðgjafi sem eru ekki að selja græjur, af því að það er náttúrulega bara svo gengur í samfélaginu að fólk að selja alls konar dót sem er misjafnt, og það eru rosa tækifæri á þessu svæði sem ekki með hitaveitu í varmadælum. Þær hafa bæði hefur nýtni aukist, búnaður varu betri og þetta er miklu meiri, kannski no-brainer en þetta var. Þannig að við bara tökum á orðinu, við fáum einhverja sérfræðingar til þess að gefa okkur svona góð ráð. Við erum með varmadæl í Ögri í einu húsinu, gamla lektshúsinu. Þetta kaupið ekki. Já, á tímabili var það þannig að þegar landtengdu á Yfirálnum
gjafapramma eða pramma, þá sló alltaf út hjá okkur rafmagnsverðinni. Það eru svo viðkvæmar. Og en svo er orkubúið búið að spennuhækka og þannig að það eru alltaf annað rafmagnsástand í djúpunum. Ég hef alltaf verið, við vorum að gefa klukkan 10:30, þá var varmadælun út hjá okkur. En hún er frábær. Hún bara hefur sparað okkur mikið pening og þar erum við að ná í varma í jörðina. Þú voru að halda með því hætti ekki að klára ykkur sokka ullarsokkuna, haldið því áfram. Eina valur móttum takta inn og við leystum þetta, við tóðum bara saman. Það er heldur því áfram. Með eina litla spurningu fyrir Steinar Más. Er inn í hönnunar málinu eitthvað varðandi bílastæði fyrir potta eða allir það samnýta eða með kirkjunni? Sem að ég veit að þið voða lítið notað bílastæði, en hvað hafið þið hugsað? Er það Hreppsins? Er það ykkar? Ef ég mætti ráða, þá myndi ég alltaf að byrja að samnýta með kirkjunni og svona, sjá bara hvernig það kemur út sko. En auðvitað, og ef ég mætti ráða líka, þá myndi ég vilja taka þetta og búa til bara flott svona, alltaf svona ferðamanna og myndi geta þróa það á næsta ári. Og þá myndum við kannski hugsa það öðru sem við getum ekki verið með stæði fullt af Dacia Dusterir fyrir að ferma einhvern eða gifta einhvern. Þannig að við sáum þetta í fyrsta fasa bara að loka samning. Og svo lægir fyrir þetta. Já, nákvæmlega. Það er alveg mjög fyrir. Var það mynd af skipulæginu eins og? Já. Þessi deiliskipulagstillaga sem er komin út nokkuð lágt, verður lögð fyrir næsta fund skipulags- og byggingarnefndar. Þetta er grunnhugmyndin en þetta er að fara í gegnum hendurnar á nefndinni. Og hér er gert ráð fyrir aðkomu bílastæðum aðgengi. Það er sem sagt að þessu svæði hérna, kirkjan er einhvers staðar hér í milli. Þetta er pottaðastaðan. Það er gert ráð fyrir bílastæðum á Melunum hérna þar sem ekkert langt frá þar sem að flugvallarsýningin hefur verið. Já. Er þetta alveg að fuglaverndunarsvæðinu? Nei. Nei. En með nýjustu hugmyndir fuglaverndarsvæði þá gæti þetta skarast og það er það sem það þarf að skoða. Eitt sem hann var bæðið með sambandi við mörg okkar á sig skýrslunum sem hann fuglafræðingurinn okkar lagði fram fyrir stundu. Davíð. Það er þá gert í samráði við hann. Hann hefur stórkostlega hugmyndir varðandi langverðina sem gæti þá saminast einnig við pottinn, þannig að það kemur heildarmynd á svæði. Þetta gæti orðið stórkostlega, ef þú fengir á það. Algjörlega sko, ég sé alveg 100% rétt sko. Þannig ég einmitt hvernig til þess að vera þessi að bara alveg stórkostlega verið. Spurning, gjör svo vel. Ég hef spurning á þessi síðustu glæru, kannski endara hjá þér. Já, ok. Ég fagnar þetta rosa fallegt, að því mér sýnist við gerum ekki ráð fyrir Súðvíkingar deyja. Við erum ekki að sækja kirkjungar. Þetta er gott lið í helgir. Þetta heitir að hugsa til enda. Hvað var að gera við fleiri fólk, en ég trú ekki á hægum. Nú er þetta kirkjugarður á þessu svæði. Það er gert ráð fyrir stækkun hérna við þessu. Við erum auðvitað verið að það þegar förum við. Það er margir, má ég spyrja. Það er ekki hér núna. Það er bara áfram að selja það. Kosturinn var cirka eina spurningu í viðbót áður en við förum í kaffi. Má ég koma með eitt? Já, nei, það er spurning. Það er spurning. Já, Anna heiti ég. Ég get spurt hann Másson. Þorsteinn Másson. Þessi snýið, þetta tæki sem að búa til Volva, er búið að pröfa það annars staðar. Þú segir að við kannski gengur þetta ekki upp. Já, það er búið að pröfa í Breitlandi og sko, ég get haldið, þetta er sko, kannski mjög stuttum máli, þá virkar tækið vel og það hefur bara, við erum búin að prófa sjálf og svona, en það er kannski þessi svona tengingin á milli til þess að fá til að snúast með
því vatni sem kemur niður úr vatnsveitunni, sverlegan og rörunum og en við getum farið yfir í kaffinu hvaða sem eru svona áskorunum. Þetta allt leysanlegt. En svo líka bara mikilvægt höldum við að þegar þú ert með eitthvað svona eins og að því að náttúrulega lokaafurðin ekki við stöndum gaman að prófa eitthvað nýtt og þróa eitthvað en náttúrulega við viljum fyrst og fremst fá bara nice things eins og heitan pott og geta verið í honum og fara í sjóinn. Þannig að þess vegna held ég að við þurfum að vera með 2 kerfi til þess að þetta sé bara örugglega virki allt saman og meðan við prófum síðan líka tæki með sko. En já, þetta virkar og hefur verið prófað alltaf. Má ég skella fram einu að segja í samningnum við Súðavíkurhrepp að byggingarnar okkar, það verða svolítið mikla byggingar þarna inn á landfyllingunni. Fyrsti áfangi í rauninni 5.500 fermetrar og byggingar okkar eiga að falla að landi eins og það er orðað í samningnum. Og við erum mikið búin að velta fyrir okkur hvað fellur að landi. Og ef við horfum á byggingarnar á Langarinni þá er alltaf nýju byggingarnar gráar. Og eigum við að hafa verksmiðjuna gráa. Mér finnst gráa ekkert spennandi litur sko. Á Bíldudal erum við með græna verksmiðju, grænt verksmiðju. Mér finnst það skárra en ég veit að þið get ekki svarað öll sko en það væri gaman að vita hvort fólk gleymar eða mér í kaffinu eða hvað ykkur finnst sko. Finnst ykkur að við erum að hafa þarna 5.500 fermetra gráa verksmiðju, grátt verksmiðju? Alls ekki. Við erum að nóga þessu gráa lit. Ég er haldið það. Nú byrjar það. Súðavíkurhreppur hefur sjálfsög ekki skoðun á litnum en það þarf að falla að landi. Og það er bara svo misjafnt hvað fellur á landi. Grátt að fellur á sjónum, kannski stundum þegar á vorin og haustin, en grænt fellur vel að þegar það er vor, þegar það er sumar. Já. Ef við vilt ánæg gráa, þá skulum við borðingar taka Erum við ekki bara að gefa þessum góðu herrum Stígner og Sabína hjá Ljúfi sem að sjáum þessa glæsilegu kaffiveitt. Þetta var ekkert smá flott. En núna er bara seinni helmingur þessa fundar að hefjast og fyrsta málefni á dagskrá eru sameiningarmál og hann Gylfi Ólafsson ætlar að koma upp og flytja erindi og í kjölfarið af því verða umræður. Gylfi? Heil og sæl, gaman að sjá okkur. Alltaf gaman að koma hingað. Ég er hér með fyrirlestur sem heitir Sjávarbyggð mín sýn og það er meðvitað, það er hvítur bakgrunnur og einfaldasta leturgerðin sem að PowerPoint gat boðið mér. Þannig að ég tala hér í eigin röddu, ekki sem ég er að vissu formaður bæjar og Ísafjarðarbæjar og ég er svo sem hef pólitíska stuðning þar fyrir sameiningu sveitarfélaga og skrifaði grein sem heitir Öflugri saman í tengslu við bréf sem við sendum í vor til allra sveitarfélaga á Vestfjörðum og sögðum að við vildum sameiningar. Ég er líka nefnilega formaður stjórnar Fjórðungssambands Vestfirðinga og Vestfjarðastofu og það eru samtök sveitarfélaga á svæðinu og sveitarfélagin hafa bara sína skoðun á þessu og ég er ekki að tala sem formaður þess. Hins vegar er það þannig að ég sem formaður þess félags, sem formaður sambands sveitarfélaga á Vestfjörðum, tel að vera hlutverk mitt að hugsa hvert ég vil sjá kjálkan þróast og hafa mína sýn á það, lýsa þeirri sýn og bera hann á borð og svo geta sveitarfélagin tekið sína ákvörðun á þeim grundvelli. Eða allavega hafandi heyrt hvað ég hef málin að segja. Og hér langar mig að byrja á að nefna 3 hagsmunamál sem eru sameiginleg. Og það fyrsta er, sem er dálítið gaman að þessa glæru skrifaði ég fyrir nokkuð síðan. Það fyrsta er, mál nr. 2 er gaman að þessu samhengi. Fyrsta er Hvalárvirkjun sem að núna við fengum mjög góða fréttir í vikunni. Það er búið að fella niður málið sem að var í Hæstarétti landamerkjadeilurnar sem að þar voru. Og nú fer þá í hönd væntanlega svona á stærðargráðunni kannski 4 stórar hindranir eftir. Það á eftir að
klára línulagnir, það á eftir að fá pening í tengivirki og hitt og þetta sem á eftir. En þannig að sem sagt, virkjunin í Árneshreppi, línan í Árneshreppi, Strandabyggð, Reykhólahreppi og Vesturbyggð. En það eru við í Ísafjarðarbæ, Súðavík og Bolungarvík sem mest að öskra á að fá meira rafmagn. En við höfum, það eru 4 sveitarfélög sem geta stoppað eða tafið eða þið vitið. Og það verða einhver vandamál eftir sem áður, þó að þessi búið að loka þessu máli í Hæstarétti, að þá verða, ég get ímyndað mér að það verði mótmæli á mörgum stigum og það verði kært allt til andskotans. Svo það Laxeldið, það var, ég var svolítið merkilegt þegar ég var að keyra frá Nauteyri þegar hún var opnuð núna fyrir í haust. Ég var að keyra hérna Djúpið og þá fattaði ég að ég hafði verið í Strandabyggð að opna þessa segjaðstöð, keyri hérna Súðavík þar sem allar kvíarnar eru. Höfuðstöðvarnar eru í Hnífsdal. Ýmislegt sem að félagi gerir á Ísafirði og svo hefur verið slátrað í Bolungarvík hjá Háafelli. Og það eru mikil tækifæri til vaxtar í laxeldi og ég held að það sé hægt að fara með laxeldi upp í 100.000 tonn á Vestfjörðum bara. En það eru ýmsar hindranir og ef við stöndum saman að þá munum við ganga betur. Og það þriðja sem að ég vil nefna að við erum öll, og það er gaman að vera hérna í þessum grunnskóla, vegna þess að við erum öll á Vestfjörðum að glíma við mjög svipaðar áskoranir í flóknum, kröfuhörðum skólarekstri, þar sem við viljum standa okkur vel. Þetta eru oft litlir skólar, það eru fólk með, það eru börn með kannski annað móðmál heldur en íslensku, mikla kröfur og það hefur verið meira ákall meira samstarf. Og hérna á síðasta fjórðungsþingi í september, við sjáum þetta náttúrulega ekki, þá var hérna Reykhólahreppi og óska eftir meira samstarfi milli skólana á svæðinu og það verður að segjast að eftir því sem að skólar eru ef skólar eru í sama sveitarfélagi, þá miklu liðugra að eiga samstarf heldur en á milli sveitarfélaga. Jafnvel þó að sé auðvelt að tala það á fundum eins og þessum að það eigi bara að vera meira samtal milli skóla, þá það þannig að ef skólarnir eru ekki saman sveitarfélagi, þá það alltaf snúnara. Þannig að ég held að það sé mikil tækifæri í að tala betur saman, æfa okkur meira og reka þessa skóla með sambærilegum hætti. Svo líf og fjör á Alþingi og fyrir haust kom innviðaráðherra með frumvarp inn í samráðsgátt breytingar á sveitarstjórnarlögum og þær breytingar eru í 89 liðum. Ég held að þetta sé lagabálkur upp á 120 greinar, þá að fara að breyta 89 af þeim. Sem að fjalla fjármál sveitarfélaga, heimastjórnir og fullt af öðru og svo þetta ákvæði lögþvingað sameiningu sveitarfélaga. Vissulega með undanþágu ákvæði en þó þannig að sveitarfélag sem með 250 að færri að þá sé ráðherra skylt að sameina þau öðru sveitarfélagi. Og þá hefur sveitarfélagið ekki formlega aðkomu að því að segja nei eða velja sér sveitarfélag. Og viðtöku sveitarfélagið, sem að gæti í einhverjum tilvikum verið Ísafjarðarbær til dæmis, hefur ekki formlega aðkoma að því, en vissulega myndir ráðherra ekki fara í svona drastíska aðgerð nema hafa einhvern stuðning til þess. En það sem annað áhugavert og sem að ég þekki ágætlega, þess að ég er formaður héraðssambandsins, fjórðungssambandsins, að í þessum lögum valdaleysi landshlutasamtaka ítrekkað. Vegna þess, og þetta skiptir máli vegna þess, að þegar talað sameiningu sveitarfélaga, þá segja sumir, ekki bara miklu betra að við búum til gömlu sýslunar, að við búum til byggðasamlag, að við sameinumst ákveðna þætti en höldum sveitarfélaganum sjálfstæði samt sem áður, í því sem það vil vera sjálfstætt í. Og þá því til að svara að það eiginlega engin áhuga á þessu hjá yfirvöldum í Reykjavík og samband sveitarfélaga hefur ekki mikinn áhuga á þessu og við erum að koma út úr kjörtímabili sem að byrjaði á byggðasamlagi málefni fatlaðra sem var komið út í algjört öngstræti. Og við erum núna búin að breyta því, núna ekki lengur byggðasamlagi málefni fatlaðra á Vestfjörðum, heldur Ísafjarðarbær leiðandi sveitarfélag eins og það kallað. Það að segja, Ísafjarðarbær rekur málefni fatlaðra og rukkar hinn sveitarfélagi fyrir það.
Þannig að vindar blása ekki þannig að það sé einhver húmor eða áhuga því að búa til þriðja stjórnsýslustig. Áhugin á því að vera með ríkið og svo sveitarfélög. Og ef það verður þriðja stjórnsýslustig, þá það í raun heimastjórnir, eins og í einhverjum tilfellum, og verið að reyna þá en það þá afmörkuð málefni og með afmarkað hlutverk. Svo það þannig að eftir að þetta fór inn í samráðsgátt og þá var svo sem sagt að þetta ætti að koma inn á Alþingi í nóvember og samþykkjast fyrir jól til þess að hægt væri að kjósa til nýrra sameinaðra sveitarfélaga í maí á næsta ári. Málið ekki ennþá komið inn á Alþingi og nóvember að klárast, við skilta, og þannig að við vitum ekki alveg hvað þetta verður, eða hvað þetta endar. En hitt annað að það búið að samþykkja ný lög um jöfnunarsjóð sem að þrengja mjög að litlum sveitarfélögum og efla, og það pólitískur bakgrunnur þeirra breytinga að efla fjölkjarnasveitarfélög eins og Ísafjarðarbær og Múlaþing og fleiri, en gera breytinga á minnstu sveitarfélögum. Þannig að þau hafa ekki þennan fjárhagslega hvata sem hingað til höfum verið. Nei, þú segir að það standi 3 myndir. Það 1,5, þú 1,5 eftir. Nei! Ok. Þú ert með samt slaka upp á 4 mínútur. Ég glemdi mér alveg, fyrir, bara takk fyrir. Þannig að ég held sem sagt að það kannski 2 sviðsmyndir, annars vegar að þetta verði að mestu óbreytt eða að þessi sveitarstjórnarlög eru samþykkt og þá geta orðið mjög mikla breytingar á sveitarfélagaumhverfinu. Ég held að það eru ýmsar hugmyndir kannski minni sameiningar. Það verið að skoða þetta í Kaldranarshreppi og Árneshreppi núna. En ef við til dæmis skoðum Strandabyggð, Árneshrepp, Kaldranarshrep og Súðavíkurhrepp, þá það samt bara 820 sem bara því miður mjög lítið sveitarfélag. Og sérstaklega fyrir að vera þá fjölkjarna sveitarfélag með mjög mikið landsvæði. Þannig að þetta mín sýn. Það að við sameinumst Ísafjarðarbær, Súðavíkurhreppur, Strandabyggð, Reykhólahreppur, Kaldranarshrepur og Árneshreppur. Og þið sjáu að það eru 2 sveitarfélög þarna til viðbótar sem eru í öðrum lit. Það annars vegar Bolungarvík sem senda mér mjög skýr skeyti en það hafa engan áhuga á þessu. Og þurfum þar ekki að ræða frekar og Vesturbyggð sem hefur lítinn áhuga og þeim til varnar að þá eru þau nýbúin að sameinast. Tálknafjarðarhreppur og Vesturbyggð var að sameinast bara fyrir árið síðan. Og þeir ennþá að æfa sig í því. Og svo það Strandabyggð, sem sagt 4 af þessum 7 sveitarfélögum á Vestfjörðum eru undir 250, Reykhólahreppur, Árneshreppur, Kaldranarshrepur og Súðavíkurhreppur. Strandabyggð yfir 250 og þá þyrfti væntanlega að kjósa sameiningu af því að ráðherra hefur þá ekki heimild til þess að lögþvinga fram þá sameiningu. Og þá þyrfti væntanlega að kjósa í Ísafjarðarbæ líka. Ég vil halda því fram að það sé mjög gott ef við reynum að sameinast ekki út fyrir kjálkann. Ríkið hefur komið sér saman að þetta sé landshlutaskiptingin og strax ef við förum að brjóta það upp, til dæmis ef að Reykhólahreppur færi suður úr eða eitthvað svoleiðis, að þá erum við komin í smá vandræði með lögregluumdæmi. Við gætum litið á að þetta verði svona umdæmið okkar. Við getum breytt að heilbrigðisumdæminu og lögregluumdæminu og allt væri þá með sömu skiptingu. Sameinað sveitarfélag, eins og ég að leggja hérna upp eftir þessu korti, yrði þá 3. stærsta á landinu ef við mælum það í ferkílómetrum fyrir neðan Múlaþing og Þingeyjarsveit. En sérstaðan felst hins vegar í strandlengjunni. Og ég fekk mágkonu mína til að reikna þetta út og það sem sagt þannig að við yrðum lang stærsta sveitarfélagi mælt í strandlengju. 25% allra strandlengju á Íslandi yrði í þessu nýsameinaða sveitarfélagi og 45% allra fjarða. Það tekið allt sem heitir fjörður og Kaldavog. Af því að það augljóslega fjörður. Og við gætum hugsað okkur að þetta heitir sjávarbyggð og þá römmum við það inn að allt sem við höfum verið að gera hér á Vestfjörðum
í leynd og brá. Það sem var verið að ræða hér laxeldi, karlþörunga, móttöku skemmtiferðaskipa, þetta allt sjávartengt. Allt sem við gerum samofið sjónum. Fiskveiðar, meira þess að ferðaþjónustan okkar, kæri Finnur, samofið sjónum. Að við fáum í Súðavík kalla sem að veiða og borga fyrir það pening fyrir að veiða fiskinn. Þannig að þess vegna mín hugmynd að þetta heiti sjávarbyggð. Það voru mikil mistök á sínum tíma að láta Ísafjarðarbæ heita Ísafjarðarbæ og það myndi að sjálfsögðu ekki verða heiti á nýju sveitarfélagi. Fjarðabyggð, Fjallabyggð og Vesturbyggð eru upptekin en það mætti hugsa sér sveitarfélagi Vestfirði eða Drangabyggð eða eitthvað slíkt. Við gætum þá séð fyrir okkur að sjávarbyggð yrði til núna árið 2026. Það er kosið til nýs sveitarfélags 26 eða jafnvel að má vera 27 eða 28 á miðju kjörtímabili eitthvað svoleiðis. Svo getum við séð fyrir okkur að Vesturbyggð og Bolungarvík myndi sameinast og sjáum við, nú kemur einhver tíman á næstu árum og það sem að myndi þá gerast að við þyrftum ekki að vera með fjórðungssamband lengur. Við þyrftum ekki að vera með Vestfjarðastofu á sérstakri kennitölu, heldur getum við sameinast í öllu þessu sem að tengist héraðsmálum á einum stað. Og við værum með öfluga stjórnsýslu og öflugt sveitarfélag. En sameining að sjálfsögðu ekki töfralausn. Við verðum áfram blönk, við verðum með vandamál í mönnun og mikla skólastofur eins og gengur að gerist. Ójafna íbúa tekjuþróun og samgönguvanda og fjöllin ekkert að fara þó að við sameinumst. Og áfram yrði Ísafjörður langstærstur með þeim kostum og göllum sem því fylgir. Kosturinn að Ísafjörður frábær bær og það heimabærinn minn og ég elska hann. En ókosturinn að þegar sveitarfélög sameinast þar sem að einn mjög mikið stærri en aðrir, að þá verður óhjákvæmilega svona valdaójafnvægi og það getur myndast kergja og það getur, fólki getur þótt skrítið að bæjarstjórinn einhvern veginn búast á Ísafirði eða eitthvað svona sko. Og það viðfangsefni sem að þarf að leysa. En ég held að með því að vera saman að þá geti Vestfirðir haldið áfram að vera frábært til þess að búa á. Við getum sett fólk í fyrsta setti með fjölbreyttri atvinnustarfsemi og öflugum skólum og frábæri velferðarþjónustu og saman erum við öflugir. Já, ef við þá standa hér við bæri. Já, herri. Nú ætla Gylfi og Bragi að sitja fyrir svörum þennan dagskrárlið sem eru sameiningarmál. Þannig að þið bara réttir hönd, ég segi gjörðu svo vel og Þorsteinn Másson, þið þekkjum við fullu nafni. Ég er gott pitch en sko, fórstu svona þetta og talaði áskoranir fyrir ríkið og áskoranir slíkt. Eru tækifæri fyrir okkur í að ná okkur út úr þessu gagnvart ríkið? Nú augljóst að ríkið í sjálfu sér að fara að spara pening gegn ömmursjóðan ef það hefði myndi raungerast á morgun, ekki satt? Eru tækifæri fyrir okkur að koma með eitthvað kröfur varðandi svona einskiptis aðgerðir eins og að byggja til dæmis þannig göng, einhver íþróttahús, einhver sundlaugar, einhver fjármögnun í hitt og þetta? Þetta þríþætt. Það fyrsta að það eru skuldajöfnunarframlög og samningaframlög sem að koma úr jöfnunarsjóði. Það eru sko innskiptispeningar en það hleypur á 100 milljóna og ég held að fari aðeins nóðu fyrir miljard ef við farum í mjög stóra samningum sem að kæmi út úr því. Þannig að stuðningurinn við svona fyrstu skrefin við að klára sameininguna mjög ríflegur. Og hann þá líka ætlaður til þess að ef að sum sveitarfélög eru skuldsettar eða önnur og svo framvegis að það komi stuðning við því. Númer 2 að jöfnunarsjóður sparar þess. Vegna þess að nýja kerfi gerir ráð fyrir að það sé borgað eftir því sem það eru fleiri kjarnar en þó ekki meira heldur en fyrir 3 aukakjarnar. Og við erum núna með Ísafjörður sem þá telst vera aðkjarnin
og Þingeyri og Flandeyri sem telst á aukakjarnar. Þannig að við böngum upp í þakki af því. Áhugi stjórnmálamanna hins vegar á því, þeirra sem þetta véla sem Alþingi, að fækka sveitarfélögum. Og mér til efs að þau myndu ekki hlusta á okkur þegar við segðum að jöfnunarsjóðskerfið eins og það sett upp núna, að það hegni samvinnu. Þannig að það eitthvað sem þyrfti aðeins að vinna í. Og númer 3 óskalistan, þá hefur almennt verið talað jarðgöng þegar kemur að samvinningu eða svona samgöngubætur. Og að mörgu leyti það skynsamlegt og eðlilegt vegna þess að það talað að fólk þurfa að komast á milli staða og sækja sér þjónustu og svona. Ég held hins vegar við ættum aðeins að horfa á víðar heldur en það. Vegna þess að til dæmis eru til dæmis geta bara komið áföll til dæmis bara myglað húsnæði, ég meina Strandabyggð að stíga upp úr mörg 100 milljón króna framkvæmd með myglað skólahúsnæði þar. Þannig að einhvern svona myglutrygging eða annarslegs óskalisti sem ekki bara bundið við samgöngumál held ég að gæti verið mjög skynsamlegur líka vegna þess að sumt af þessu eitthvað sem væri hægt að framkvæma strax. En alveg sama hversu mikill vilji að það að segja einhvern veginn við ætlum að grafa hérna göng undir þetta fjall fyrir aftan okkur, það aldrei tilbúið fyrir eftir 7 ár. Þannig að ég held að sé ágætt líka að við séum eitthvað líka skammtíma á óskalistunum og verða til djörf í því að búa til óskalistan. Viltu fá tvíþætt það? Já, endilega. Það eru klárlega tækifæri í því að sameining yfirstandandi. Það verið að fá, gera samning við innviðaráðherra. Það svolítið á þessu, það eru sameiningar í gangi. Það Dalabyggð og Dalhún, já, sem náttúrulega yfirlandamæri. Það klárt að það eitthvað í þeim samningi, vegabætur, ekki fjármagn, eitthvað frá jöfnunarsjóði. Þetta hálfgerðsbítur. Hins vegar ég náttúrulega svolítið með aðra skoðun á þeirri sín sem þú hefur hluta til. Ég held að væri búið að grafa göng hérna en að stuðningurinn hefði komið frá Ísafjörði. Ég ekki vafa það. Og ég líka ekki vafa það að stuðningur ykkar við frumvarpið svo að breyttist, eins og þú sagði það sjálfur. Það verið að höggva líka sveitarfélög. Það þykir mér mjög arsnalegt þegar við erum að byrja svona samtal. Það hefur verið pennt að vísa yfir vilja til sameiningar og styðja ekki framfært á frumvarpinu. En ég skil það að hækka örlítið í jöfnunarsjóði. Þetta svona mín 10 cm umræða. Dagbjörn? Já, hann er eiginlega búin að stela glæpnum, sko. Fyrst að segja við Gylfi, þetta var alveg geggjuð söluræða. Ástæðan fyrir því að við ættum að hoppa upp í rúm til fátæka nágranna okkar, við Súðvíkingar, sem höfum staðið okkur bara nokkuð bærilega. Þó að þið hafið fengið jöfnunarsjóðs peningan okkar til Ísafjarðarbæjar, sem ég fært lúalegt af stjórnvöldum En það akkurat þessi spurning, að því þú talar að við erum að standa saman, hvers vegna heyrist ekki múkk frá Ísafirði og fyrrverandi bæjarstjóri hélt því ranglega fram að allur þungaflutningur færi vestur fyrir og allir sátu þegjandi bara bláir í fram. Þið verður bara að standa með okkur og hugsa þetta svæði ef þið viljið að við stöndum með ykkur og hugsa þetta sem eitt svæði. Því að það setur engin börnin sín, heilvita maður, undir þessa hlíð til að fara í skóla á Ísafirði. En við getum alveg hugsað okkur að skuttla krökkunum okkar gegn göngin, En þið verður þá líka að hafa manndómi að standa í lappirnar og horfa ekki á breikkun, hérna gangana, það verður aldrei einn breikkun. Það getur þetta að breikka þessi göng. Það annað bara ný göng við hliðina. Skiljið, þetta okkur hjartarsmál. Við vitum við erum lítil, við höfum fullt af landi fyrir ykkur til að byggja á og við erum góðir nágrannagilvi. Þið verður bara að vera það líka, þarna út frá. En þetta var ekki til að gilva, heldur til að formans bæjarins. Aðeins til þess að setja þetta í samhengi. Samhengi þetta, nýjustu göngin sem voru opnuð á Íslandi voru á Vestfjörðum. Og það hefur bara, ég hef lesið stöðuna þannig að
að röðin sé komin að öðrum landshluta. Og það sé kannski að einhver leyti, kannski er það barnarætt, kannski er það þarf ég að vera harðari einhvern veginn, að vera svona klassískur vestfískur stjórnmálamaður sem er alltaf að þusa göng, en ekki kannski reyna að tala annað eins og atvinnumál eða skólamál eða samstarf á öðrum grundvelli. Svo er það hitt, að það er mjög djúpstæð gjá á milli Ísafjarðarbæjar og Vesturbyggðar eða sem sagt bæjanna þar. Og nú ber ég tvo hatta, ég ber formaður sambandsins líka. En ég líka þá formaður Ísafjarðarbæjar sem er að reyna að vera bara eiga gott samstarf við þau. Þau eru brjáluð yfir í hvað við höfum verið liðin í því að styðja þau í göngunum undir Mikladal og Hálfdán. Og þau eru brjáluð yfir því að það hafi komið skýrsla fyrir hálf ári síðan að Klettsál skori efst í svona stigatöflu sem var búin til þar sem var að vera að meta umferðarþunga, áhrif á atvinnulíf, áhrif á samfélag og kostnað og annað fleira. Þannig að ég get alveg tekið því að ég hafi verið linur, ég hafi ekki stutt Súðvíkinga nógu mikið í því. Ég vil bara benda á þessa 3 punkta minnst okkar. Eru fleiri spurningar til þeirra varðandi sameiningarmál? Hlýtur að vera. Hlýtur að vera, já, fjölsveg. Þið sendu bréf og sendu í sumars. Já. Og samkvæmt þeim upplýsingar sem ég gæti þá voru þið umræðan við Strandabyggð. Við vorum nýkomin inn í samtali við Strandabyggð. Hver er staðan á ykkar? Hvaða eru einhverjar viðræður í gangi? Er eitthvað í gangi sem á milli ykkar? Hver er staðan eins og þessi viðræður sem voru við Strandabyggð á milli Súðabyggðar og þeirra? Þegar ég byrjaði að kynna. Jó, staðan er þannig, við látum það svo, ég held ég sé að tala fyrir hönd okkar kollegana, við syngjum þessum erindum sem kom og ég er búinn að taka 1 fund með Strandabyggð, svona formlega og óformlega fyrir sem kannski voru viðræða fyrstu hugmyndir að því hvað gæti gerst og þá var svo sýn að það væri þessi 4 sveitarfélög, það væri Árneshreppur, Kaldárneshreppur, Strandabyggð og Súðavík. En þau eru í djúpstæðum samræðum, ekki ágreinandi, Kaldárneshreppur og Árneshreppur og er mjög líklegt að þau sameinast bara nú. Þannig að það er á hónd. Samtalið er ennþá óformlegum grundvelli við Strandabyggð. Í rauninni er ástæðan svo að þetta er til umræðu á fundinu núna. Ég vil vita eitthvað meira á við í sveitarstjórn til þess að geta tekið eitthvað skref. Við förum ekki í einhverja viðræður en það er þvert gegn vilja eitthvað sem er inni. En sjálfsögum munum við Gylfi eiga fund einhvers staðar í framhaldinu sem stökk eftir að heilst þér. Þetta var sko, þannig að það voru þessi 4 sem voru eitthvað, eða þau 2 þá sem voru úr Strandabyggð, svo fóru Árneshreppur og Kaldárneshreppur og þau fóru bara alla leið og þau verðast alltaf að fara að klára það. Eru svona mjög margvíslega undirbúningsvinna sem að þarf að eiga sér stað að skrásetja fullt af hlutum sem að hefur ekki verið talið þarf á að skrásetja af því að þetta er svo mikið fengur eftir það er ekki, það er fullt sem að einhvern veginn, það þarf alltaf að taka til í helmingum sína þar maður býður gesturinn heim sko. Þannig að þau eru því, en þau líta á það sem millibilsástand að það verði ekki út kjörtímabilið endilega næsta sko, þó að þau sameinist núna og kjósi til nýs sveitarfélags. Ég hef bara reynt að hringja svona óreglulega í Braga og Þorgeir í Strandabyggð og hinn Finn í Kaldárneshreppi og Jóhann Ösp á Reykhólum. En á meðan þetta frumvarp hefur verið til umfjöllunar, þá hefur það dálítið eins og því var ætlað að flýta fyrir, þá var það pínu tafið. Og Reykhólahreppur er dálítið í biðstöðu núna því að þetta er dagur í Dölunum. Reykhólahreppur, þau sjá dálítið mikið Breiðafjörðinn sem sína bandamenn. Dalabyggð og Húnavatnsbyggð eru, það standa yfir þessar kosningar núna fram til 12. desember sameiningu þar. Og Reykhólahreppur hefur viljað bíða eftir að sjá niðurstöðum því áður en þau taka næsta skref. Þannig að það eru svona þreifingar í gangi. Það eru svona þreifingar en það er ekkert. Gylfi,
Bara svona kalt mat. Hvað langt síðan sameining Ísafjarðarbæjar við því? Það var 96 eða 8. Já, það er svona heitt kalda mat á það. Hvað stendur upp úr? Hvað eru kostirnir og gallarnir eftir allt þetta? Já, ég held að þetta hafi verið ókostur að þetta hafi heitið Ísafjarðarbær og að svo hafi byggðamerkið verið Ísafjarðar byggðamerkið gamla, Ísafjarðar kaupstaðar. Ég held að það hafi gengið mjög vel. En svo stjórnsýslulega? Já, stjórnsýslulega hefur þetta gengið mjög vel. Við erum að reka skóla og leikskóla á öllum stöðunum. Við erum með sundlaugar og íþróttahús og bara mjög mikið af þjónustu. Tendrum jólatré á öllum stöðunum og bæjarstjórinn okkar bjó í Öndarfirði í fyrra og er núna fluttur yfir á Suðureyri og ég myndi ekki halda að það væri einhver lýðræðishalli í neinum skilningi þess orðs að það skorti fólk frá Flateyri sem er í bæjarstjórn eða frá Suðureyri eða svoleiðis. Það er hlustað á okkur þegar við tölum við ráðamenn, ráðherra og alþingismenn. Þannig að ef það er eitthvað sem er sérstaklega hvað varðar Flateyri eða Suðureyri þá getum við hringt og átt þetta samtal. En það eru svona, ég held að það sé alveg rétt að það eru svona ákveðnir svona hugarfarsþættir sem hafi gengið síður og það er það sérstaklega nafn og byggðamerki sem er kannski svona tákgrænt það. Og þetta er fyndið að sko eftir að sveitarfélagið verður til hérna í lok 10. áratugarins og 2009 þá fór ég á netið og sá að lénið Ísafjarðarbær.is var laust. Af því að sameinaða sveitarfélagið hefur alltaf verið með Ísafjörður.is og ég keypti lénið og það fattaði það enginn í 5 ár. Og ef maður fór inn á Ísafjarðarbær.is, ég gaf svo bænum lénið þegar ég var bæjarfulltrúi. Ef maður fór inn á Ísafjarðarbær.is þá kom svona síða sem ég var búinn að föndra hvað væri skrítið að sameina sveitarfélag sem heitir Ísafjarðarbær eigi ekki Ísafjarðarbær.is. En eftir að ég var bæjarfulltrúi þá gaf ég lénið og núna ef þú ferð á Ísafjarðarbær.is með íslenskum eða enskum stöfum að þá ferð inn á Ísafjörður.is. Það er annað, var ekki Múlaþing, var það ekki einhver aðrar forsendur fyrir sameiningu heldur en Ísafjarðarbær? Já, Múlaþing er bara að gerist núna fyrir stuttu síðan. Já. Og fyrir í aðdraganda síðustu sveitarstjórnarkosninga sem voru 22 og þar var verið að reyna til þess að tilraun með heimastjórnir. Já. Og það hefur verið talað mjög fallega heimastjórnir eftir það og ég held að það séu ákveðnir kostir við það verkefni. Ég held að það séu ákveðnir gallar líka sem að ég kannski að einhver leyti eftir að koma í ljós og þegar svona nýja brunnið er farið af þessu fyrirkomulagi og ég er bara opinn fyrir því að það þarf að vera einhver kjörfesta í þorpunum en nákvæmlega hvaða form það tekur held ég sé eitthvað svona sem er stærra samtal. En ef maður skjóta inn í, það var gerð könnun í Ísafjarðarbæ, það var gerð könnun í Múlaþingi hvort það var meiri ánægja í Múlaþingi heldur en hérna í Ísafjarðarbæ varðandi hvernig fyrirkomulega. Já, mín rök eru bara að þetta er svo nýtt fyrirkomulega, ég held að sé ennþá nýja brunn. Það er ekki búin að fara fram neinn kynslóðskipti, þannig að fólk sem var með í upphafi er hætt og eitthvað nýtt fólk komið inn. Þannig að ég er alveg rétt og ég las þessa skýrslu með bara mjög grannt og ég held að það sé ýmislegt sem ég getur lært af þessu, en ég bara set hennar fyrirvara Má ég skjóta inn í þetta því að varðandi heimastjórnina. Það er partur af þessu frumvarpi, árétting á heimastjórnum og sérstaklega tekið mið af því að þetta komi við nýja sameiningar. Mér langar að spyrja þig þá, hvernig litist þér á að deila út heimastjórnum á þau svæði sem hafa sameinast og munu ganga til liðsvið og ég sagði svo eitthvað, það verður nýja sjávarfyrir, þetta svo aðeins síðan. Er það eitthvað sem að hugnast ykkur, hafið þið rætt það? Já, við bara höfum rætt þetta. Við erum með íbúa, það heitir Hverfisrað, sem eru í Ísafjarðarbæ og þau hafa svona sögulega átt rót í íbúasamtökum og íbúasamtöku eru dálítið annars eðlisheldur en
nefnd á vegum, fastanefnd á vegum sveitarfélags. Íbúasamtök eru kannski líka bara að kannski skipuleggja einhverja jólatréskemmtanir eða tuði yfir því að vegagerðin standi sig ekki eða eitthvað annað. Eða búa til einhvern svona bæjarbrag eða vera kannski af öðru félagslegum toga. Það bara spurning hvaða hlutverki á að veita inn í heimastjórnar og það er til dæmis talað skipulagsmál, fullnaðarákvörðun í skipulagsmálum og ég get alveg verið sammála því að það getur verið skynsamlegt. Ég held að það sé að vísu í mörgum tilvikum held ég að sé ágætt að það sé armslengd vegna þess að það eru kannski bara 3 valdamiklar fjölskyldur í sveitarfélaginu eða í þorpinu, í bænum og kannski bara betra að það sé einhver ákvörðun sem tekin einhverstað annars staðar svo að það sé kannski útskýra hugtakið armslengd. Spurningin mín reyndar á þá leið. Ertu tilbúin að skera niður á landi Ísafjarðarbæjar og dreifa því aðeins til þau? Þú ert að meina landið sem sjávarbyggðar? Já, algjörlega. Já, 100%. 100%. Ég vil bara tryggja að þetta virki. Að það sé eitthvað svona hlutverk sem að sé hægt að framkvæma en að það sé ekki verið að búa til ég er bara búin að segja þetta. Gjörðu svo vel. Ég er náttúrulega Öndfirðingur, Ísfirðingur og elskar náttúrulega Ísafjarðarbæ líka. En það sem að því að Dagbjörn var að spyrja hvað væri svona kostur og galla við að Ísafjörður hefði farið með Flateyri, Súðavík og allt þetta. Mér veist öll þjónusta vera farin úr þessum litlu bæjum og allir þurfa að sækja þjónustu á Ísafjörð. Hvort sem það bæjarskrifstofan, barnaverndarnefnd, allt þetta. Það er eitthvað skoðun í því þá að hafa útibú eins og hérna. Það er mjög þægilegt að geta farið hérna á bæjarskrifstofuna. Það sem maður þarf heldur en að yrði það alltaf öll þjónusta yrði þá farið úr Ísafjörð. Já, megnið af þeirri þjónustu sem að hefur farið úr litlu þorpunum ekki endilega þjónusta sveitarfélaganna. Þetta er kannski verslanir, þjónusta ríkisins og ýmislegt annað. Það er ennþá, eins og ég var að segja, það er ennþá sundlaug og íþróttahús og grunnskóli og leikskóli þar sem að það var og ýmislegt önnur þjónusta veitt. Mikið af þessu, það er meira og minna orðið núna að loka á bæjarskrifstofuna á Ísafirði af því að það kemur enginn þetta er allt orðið síma eða rafræn þjónusta hvort sem er. En að sjálfsögðu er eðlilegt að skoða hvort það sé einhverjum skrifstofur á stöðunum og starfsmenn eftir hvernig það verkast. Og svo þarf náttúrulega líka að skoða hvernig til dæmis fundir eru hafnir, sveitarstjórnarfundir. Það er til dæmis í bæjarmálasamþykktum núna að það má ekki, það eru mjög miklar takmarkanir á fjarfunda, að setu á fundum í fjarfundabúnaði og þeir eru það er algjör meginregla að þeir eru staðfundir, bæði í skipulagsnefndum og öllu hinu, þannig að það þarf að skoða það sérstaklega. Það er 4,5 tími frá Þingeyri í Norðurfjörð, í nýju samfunnu sveitarfélagi, þannig að það er augljóst að það gengur ekki að krefjast staðfunda fyrir svona styrkum. Og þannig að það er alveg eðlilegt að skoða það. Ég held hins vegar að mjög mikið af þeirri upplifun minni þjónustu byggja á einhverju sem að sveitarfélagi hefur ekkert að segja. Ég heit Einar Valur. Ég langar að spyrja ykkur hvaða viðskipti á milli þessar sveitarfélaga í dag? Hvað er Súðavík að fá þjónustu, að kaupa þjónustu og hvað er sameiginlegt? Jú, ég get farið yfir það. Það sem breyttist eins og Gylfi talaði það er sem sagt fasteigналögin. Þannig að við erum í samstarfi málaflokk fatlaðra og móttökuflóttamanna svona á ská. Það var í rauninni bara gert með lögum, þannig að það var fullt ekkert samkomulegt. Það er bara allir Vestfirðir. Við erum með félagsþjónustusamning við Ísafjarðarbæ, held frá árinu 2002 og við erum með samstarf og slökkvilið. Það hefur ekki verið sameinað, þetta verður samstarfssamning. Þetta eru svona helstu formúlur. Þetta er sortið? Nei. Það er ekki barnaverndarnefndin ennþá? Jú, það er búin að segja. Barnavernd og við erum með fulltrúa í barnavernd. Þetta virkar þannig, þetta er
samstarfshattur en við erum með fulltrúa þá inni og ég held þetta sé bara gott fyrirkomulag, sérstaklega í barnaverndinni. Það er mjög óheppilegt að við séum hér í þessu litla þorpi eða þessu litla hrepp að við séum að fást í barnaverndarmál sem að getur komið upp hér. Það er allt mikið nálægt. Þannig að þetta var í rauninni bara draumsýn hjá mér þegar við komum hingað að þetta myndi færast í þetta horf og jafnvel sko á heilt Vestfjarðasvæðið. En þetta svona helstu samvinnu. Svo erum við náttúrulega í alls konar samkrulli saman við þess svona óformlega. Einar heiti Reynsson, Gylfi og áður. Hver eru líkurnar í þetta þvingunarákvæði verið samþykkt? 100%. Einn dag. Ég veit ekki, þetta er ekki komið inn í þing núna og ég veit ekki, hann er náttúrulega að vasast í ýmsu ráðherrann, að búið sér til ofinni með breytingum á byggðakvótakerfinu og svona hitt og þetta. Ég held að mín sjónarmið kannski snúast við þetta að hann er 50 ráðherrann sem er að reyna þetta og ef þetta er ekki gert núna þá kemur næstur ráðherra og reynir þetta aftur sko. Þetta er svona umræða sem ég held að sé bara á einn veg og þá held ég að þessu tækifæri í því að taka stjórnina á atburðarásinni sjálfur, hætta að eyða orkunni að pjakast í ráðherranum og þingmönnum að samþykkja þetta ekki, heldur taka stjórnina á málunum og gera þetta sínum eigin forsendum. Ég skal svara fyrir mitt leyti. Ég tel enga líkur á því að þetta verður samþykkt sem sagt í óbreyttri mynd. Það verður sem sagt, ég veit að það er komin inn svo breytinga í staðinn fyrir að ráðherra ráðið þessu geti þvingað, að þá eru rauninni íbúarnir sem geta tekið ákvörðun. Það er svona það sem er að gerjast í þessu. Það var ágreiningur, ég ætla bara að segja það hreint út hér, það var ágreiningur í mínu þingflokki, eins og stuttu þingsetur sem ég sat núna síðast. Og ég held að það sé verið að reyna að mýkja þetta ákvæði til að koma því hér. Og það er bara besta mál. Ég get ekki séð annað en það bara hreitt stjórnarskrárbrot og mannréttindabrot að ef að fólk á heima í sveitarfélagi tiltekinni stærð þá þarf það ekkert að segja til sína framtíð og tilveru. En ef þú ert yfir einhverju tölu og þá máttu kjósa. Þetta bara áfara ekki ganga. Þetta er það sem ég sagði á þingflokksfundinum og leikkonuna. Og áframhaldandi akkurat þetta sem Einar segir. Hvað gerist ef við samþykkjum ekki? Þessi hópur frá. Skilur? Hvað gerist þá? Súðvík og Hrepp neita saman. Breytir hvort sem Ísafjarðarbæ eða Strandabyggð eða Reykhóla. Hvað gerist við þessi hópur? Allar byggja veggir hérna í kring. Gylfi fyrir ekki að ég var hér, þetta ekki upp. Þegar samning er komin að snýst hver að græða og hvað græðum við, auðvitað hvað töpum við. Við vitum hvað við Súðvíkingar tapa eða Súðvíkingar. Við munum tapa okkar bankareikning sem er ósnert. Hvað græðum við? Það er þessi spurning sem ég vil spyrja. Og svo hitt þú ert að tala samanlega skólasamstarf og hérna. Hvað eru margir Ísfirðingar sem eru tilbúin að senda krakkana sína hérna? Frábær skóli. Byrjum að hugsa samgöngur áður tölum samning. Þetta er minn skoðun, kannski ég síðasti maður í aðkomandi að tala og taka veldja Súðvíkingar að sameinast við einhverjum en rökrétt hugsun. Fjallið fer ekki frá þó við samning. Vetur verður ekki sumar þó við samning. Grjót mun áfram hrynja hérna þó við samning. Hugsa þetta þannig. Gati ég, þá getum við tala samning. Þetta er mín persónulega skoðun. Ef ég fæ aðeins að svara Einari sko, ég held að sé mjög hæpið að tala þetta sem stjórnarskrárbrot og ég held að sé ekki svona, það er bara mjög margt sem að Alþingi falið að ákveða með lögum. Þegar Alþingi setur
sveitarfélögum verkefni, ramma tekjuöflun og meira og minna allt sem kemur daglegu lífi, að þá það ekki stjórnarskrárbrot, þetta einmitt notkun á stjórnarskránni til þess að ná fram þeim markmiðum sem Alþingi telur sér best. Þannig að ég get alveg skilið að á svona íbúafundi sé hægt að vilji fólk tala á þeim nótum. Ég held að það sé mjög hæpin túlkun á lögum. Ég held hins vegar að ef ég fæ aðeins að grípa þetta með hvað græðum við, að sko mín sýn að reyna að hugsa þetta aðeins víðar en það. Að ekki hugsa þetta í krónum og aurum eða hugsa þetta út frá þröngum hagsmunum Súðavíkurhrepps, heldur að hugsa þetta hvernig getum við sem Vestfirðir staðið betur saman í að takast á við óvissu og breytingar, íbúaþróun, samfélagsbreytingar. Gerum við það með því að vera bara Súðavíkurhreppur og hittast svo einu sinni eða tvisvar á ári á fjórðungsþingum, eða gerum við það með því að þessi Súðavíkingur eða Súðavíkingar sem eru með fulltrúa í bæjarstjórn og eru á hverjum einasta degi að sýsla með ekki bara hagsmuni Súðavíkurhrepps og fjarðanna hér, heldur hagsmuni Vestfjarða í heild. Og ég held að ég get alveg skilið að einhver finnst bankabókin ykkar alveg svakalega græn og fín. Það líka bara fín bankabók í Ísafjarðarbæ og hafnirnar rekna með milljarðahagnaði og gengur bara mjög vel. Við erum komin undir 100% í skuldahlutfalli og það gengur bara mjög vel. Ég held hins vegar að við þurfum að skoða þetta á aðeins breiðari grundvelli heldur en bara. Ég tek alveg undir með Einari varðandi stjórnarskrárbrotið. Ég ekkert mótfallinn sameiningum í grunn. Aðferðafræði, kolröng. Bragi, þú mátt alveg tala svolítið hærra. Mér liggur yfirleitt lágt rómur, þannig að ég þarf að búa þetta til. Ég 100% sammála Einari að þetta stjórnarskrárbrot eins og ráðherrann ætlaði með þetta. Og ég búinn að benda honum á það og ég hleypti upp þingflokksfundi þegar ég hitt hann síðast. Málið það, ég skil alveg Gylfa, mér finnst þetta flott sýn og mér finnst þetta metnaðarfullt sem hann setti hérna upp og við hrósum fyrir það. Þetta fyrsta skref í að búa til svona heildarmynd. En aðferðafræði ráðherrans kolröng. Ég eitti náttúrulega 5 árum í háskólanám til þess að vera ósammála Gylfa með þetta. Þannig að því ég lögta þetta. Og ég hef alla tíð síðan ég var í laganámi haft sérstakann áhuga á stjórnsýslu og áhuga á því hvaða lagaheimildir ganga og hver hefur boðað. Það svolítið misskilningur hjá stjórnvöldum oft hvaða hlutverkir hafa. Það rétt, þeir geta haft áhrif á fjárstjórnarvaldi í gegnum lög, hvað sveitarfélögum falið að gera, en þeir geta ekki lagt niður stjórnvald sem í rauninni hliðsettir á stóru hlutum. En ég benti honum bara á breyttu bara ákvæðanum, komdu því í gegn, bara áfram veginn. En nú erum við bara að fara að færast yfir í næsta lið, en ef það einhver ein spurning sem að brennur á okkur varðandi sameiningarmálin sem við viljum koma að og við gerum svo, þá tækifærið núna. Gjörðu svo vel. Það ekki spurning og þetta engin spurning í mínum huga, en ég vil bara skora á þessa 2 herramenn að í staðan fyrir að vera með tilviljanakennt samtal einu sinni í mánuði og illa það, að gera eitthvað okkur til handa sem að hér búum og viljum búa, viljum njóta þess að vera Vestfirðingar og svo framvegis, að þið takið samtalið og verið líka í sambandi við okkur íbúana. Við þurfum ekki annan að líta á atvinnumáli. Hérna við hliðina á mér situr maður sem að hefur beitt sér fyrir gríðarlegri fjárfestingu og ekki hálfnaður. Þannig að, og það voru fleiri áðan, þannig að þetta undirstaðan fyrir því að við getum búið hérna. Við þurfum líka bættar samgöngur. Þarna getið þið barist saman okkur til handa og ég bara skora á ykkur. Ekki bara öðru hvoru þegar að ráðherra misvitrir senda frá sér svona tillögur eða hugmyndir að þá umræðan tekin. Þetta eitthvað sem þið eigið að sjá til að sé daglega upp á borðum og þið þurfið að tala saman. Takk.
langar bara að við þökkum Gylfa kærlega fyrir hans innlegg. Ég ætla að setja orðin í þetta. Ég vil að þið í það minnstu íhugið þessa sýn sem að Gylfi hefur lagt fram. Því að mér fannst þetta bara frábær hugsun. Ég sá fyrir mér alla Vestfjörðina sem eitt sveitarfélag þegar ég kom hingað. Því mér fannst þetta að vera svolítið losamlega. En svo það bara náttúrulega fólki sem að býr í því sveitarfélagi sem ég tók að vera framkvæmdastjóri fyrir. Það er náttúrulega bara einhver vilji sem að þýðir þar sem ég á að gera og þar sem ég á að hefja samtali. Bara hugsaðu þessi sameiningamál. Það gerist eitthvað, það kemur frumvarp, það verður einhvers konar þvingun, kannski alla leiðið eða ekki. En það er líka bara, við þurfum einhvers staðar að hefja þetta. Við þurfum einhvers staðar að taka fyrsta skrefið. Ég held að við verðum ekki sveitarfélag hérna eftir 30 ár. Ég sé það ekki fyrir mér. Þetta er bara þróun, hún er óhjákvæmileg. Verkefni sveitarfélaginu verður að breytast. Það koma fleiri verkefni sem kannski við ráðum ekki við, verðum þá að taka í samstarfi við það. Það er mjög óheppilegt til langs tíma að þetta sé allt í byggðarsamlögum eða hvað það er. Takk fyrir mig. Snúa borðum. Við erum að fara í bara almennar umræður svoðum. Já, og þú ætlar að fá með þér? Ég ætla að fá með mér þá sveitarstjórnarfulltrúa sem að hafa áhuga að setja fyrir svörunum. Eins og ég setti yfirskriftina sérst bara tíð og framtíð sveitarfélagsins. Þeir eru búin að fá erindi sameiningamál, gríðastór flokkur. Og svo bara annað. Hvað erum við að gera? Hvað finnst ykkur rétt gert? Hvað finnst ykkur rangt gert? Viljið meira upplýsingar eða hafið hugmyndir? Bara þannig eru orðið. Takk. Eitthvað sem að brennur á okkur? Varðandi nútíð og framtíð Súðavíkurhrepps? Ég skal byrja. Já, gerðu svo. Sko, það sem ég finnst mikið þörf á með það sem vorum að ræða á svo með mikið náttúrulega niður frá, varðandi verndun niður á Langey, fuglan og allt það sem ég fylgir. Það þarf að vinna svolítið heildarmynd. Og líka það bara hvað sjáum við það. Við viljum taka verumátt fólkið hérna og við erum eitthvað flottar aðstæður og allt það sem við fylgir. Það þarf að aðeins að læra. Það þarf svona einhvern veginn að vera með heildarmyndin á hvernig sjáum við fólkið okkar með augum þeirri sem komum hér að. Og það er mjög mikilvægt. Og eins líka með langar til að vita, eru ferðumál fulltrúa Súðavíkur? Það er ekki ferðumál. En hvers vegna eru það ferðumál og 2 milljónir á síðast ár? Hvers vegna? Ég veit þá er það liður sem er bókað veitt á stundum. Einfallega, það er ekki ferðamál fulltrúa. Já, ok. En er það ekki eitthvað sem þetta laga á skýrsluna sem starfsveitindi að þetta er ekki sem hefur verið síðan stóð? Ég held að þetta sé nú ekki stórfellt atriði þó að þetta standi þetta líka. Þegar ég held ég með bara ráða að vita hvað væri ferðamálafulltrúi Súðavíkur. Það er eins sem ég ráða að vita. Já, sennilega heitir liðurinn ferðamálafulltrúi en þetta er sennilega upplýsingar. Já, þetta er upplýsingarlista. Ég er alltaf bara að segja. Við langar líka að það er nokkur spurningar sem er spannir. Bókasafnið, það er náttúrulega alltaf vörugjöld, það eru 100 milljónir. Við vitum að bókasafnið er ekki í notkun, það er enginn sem er að kaupa inn bækur. Þessi liður hefur fallið undir sem styrkur fyrir búðum. Ok. Já. Það er það upplýsingarmiðstöðin sem er á þessar 2 milljónir. Hún fellur þá reyndar undir búðina líka. Vegna þess að það koma þarna styrkir að til þess að halda út verslun fyrir okkur með þeim nauðþyrftum sem að fyrst. Og þannig að komin í rekstraðarliði og það er ég kannski svo 7. sínu flutningar, 2013. Sem segir mér það að ég er afgæðsabúðin okkur ár og ég veit alveg hvað það snýst. Og með fullri virðingu fyrir þeim veitingaræðislega, þau eru að gera rosalega flottar hluti veitingaræðislega. En það stendst hvort opnunartíðinu, mér heldur, maður fær ekki svona klósina. Það þarf að laga svo hlut. Þau eru að fá milljónir í styrk frá sveitarfélaginu til að halda út þessari verslun. Þannig að nú spyr ég bara, á þetta verður svo að þetta erum að borga milljónir sem við getum verið með veitingar.
eða fáum þessa verslun. Og við verðum að gera treysti að sé fá þessi verslun. Já, það er spurningin búin. Spurningin er búin. Þetta er búin líka svolítið að ég margótt að koma við að ég vil að sé verslunum. Og ég vil versla í henni til þess að hún geti gengið. Ég veit að fleiri eru saman huga. En hún er lokuð. Það er ekki opið. Og þú færð ekki eins og sem nefndum með klóstandi og mér vantar kaffi það. Það er ekki eins og Á ég að taka svona? Já, takk. Þetta er svona, þú veist að ég veit þetta er annað þeirra í verslun eða ekki verslun. Ok, ef ekki verslun, þá bara allt er það. Þau má það að pening til þess að vera með góða reikningar og það helst það í sjálfsögðan og vísa það. Hann er nátt, takk. Það komið að spurningu. Já, það er spurningin fyrir því ég alveg bara, ég er nóg að mása. Sem var þetta stuðning við verslun og hvað skildum henni vera? Já, ég langar að byrja á því bara að taka þetta sér. Þessi liðir sem þú nefnir, þetta er stuðningu við verslun. Já. Hafið það í huga að það er yfirleitt ekki vel síðan það sé sveitarfélög sem reka verslun. Nei. Við fórum samkynna sjónarmið á það. Það er ágætt að þetta sé svona hálffalið í bókhaldi en við getum skýrt. Það er byggðastofnun sem að styður við verslanir, smá verslanir út á landsbyggðinni. En við getum aldrei fallið undir það. Þetta er einhver vegalengdir frá næstu þéttbýliskörnum. 21 km hérna og ég held að þurfi 100 km. Þetta er líka bara góð spurning fyrir samfélagi hér. Viljið þið hafa verslun? Það er bara alveg gáð. Við byrjum að mér að klára. Mér langar að varpa því út til ykkar. Viljið þið yfir höfu að hafa verslun? Við tókum og auglýstum eftirrekstraraðila og þessi var fyrir valinu. Hann byrjar á því að taka mötuneyti og það var alltaf áskorun að hlaupa bara beint inn í það. Það kom hann biðhendi í viku, ef mann rétt. Þannig að lengt getur staðfestar. Hlutverki var að koma honum að stað þannig að hann getur rekið mötuneyti fyrir skóla og leikskóla. Það er ekki gott að það stoppa. Þannig að hann kannski útbjóð sér fyrst í veitingarekstur áður en hann tók verslunarrekstur. Ég er búinn að taka saman lista ásamt öðrum íbúa heilu þorpi sem við munum leggja fyrir hann að hann þurfi að eiga af vörutegundum í búðinni. Það er ekki valkvætt fyrir hann verður það. Ég fer að þessu gegnum almannavarnir af því að það er íbúið að taka fyrir áfallaþól sveitarfélag og það er mjög nærtækt hérna. Súðavíkurflugið lokast, það getur verið nokkuð allavega með að ég hef búið hérna þá hafa verið 3 sólarhringar í dag. Og það er mjög bagalegt fyrir markaði. Þannig að þetta verður uppleikið, það verða til vörur. En við verðum líka að gefa honum kannski eitthvað tíma til að aðlagast því. Hann er einn núna, konan hans er í burtu. Þannig að þetta er kannski eitthvað sem við getum hjálpa á að laga með tjóðum. Og það er rosalega mikilvægt fyrir að fá leiðbeiningar það hvernig er best að hafa þessu. En þá þarf líka að upplýsa hann því að hann segir sjálf, það verður ekki verst. Það er ekki rétt. Hann segir þetta bara blátt út. Það er ekki rétt. Þannig að þetta eru það upplýsingar sem hann fær frá honum að beitum aðra mann. Þannig að hann hróar þetta. Og þannig að gott einmitt, eins og ég segi, koma nýrinn í samfélagið, tekur við mötuleikinu sem er náttúrulega svolítið pakkið, hún er með kasta út í djúpulegina og einmitt ég fatna því að hann fá það leiðbeiningar hvernig best er að hafa þessu. Af því að við viljum að hafa það er ekki þessu. Já, ég kom að segja takk fyrir það. Fleiri spurningar? Spurningar eða ábyggingar eða þau bara einhverjum sem vilja koma á framfæri. Það er náttúrulega Magnús er að taka niður upplýsingarnar þannig að þetta verður haldið til haga. En er þetta ekki bara spurning bara það að leikjuna við komum til með þetta auglýsa einhvern ákveðinn opnunartíma og hjálpa honum að halda utanum það svo að þetta komist beint til íbúa? Ég hef gengið út frá því að það sé opnunartíma á verslunum. Ég hef kannski bara ekki reynt á nógu mikið. Það var ekki verið að minnast á það að það var einhver misskilningur með opnunartíma. Það stendur 12 til 18. Það stendur 12 til 18. Það er ekki gott. Hann er hérna, fyrir ekki ég skil gjamma svona, hann er hérna með hann að útbúa matinn fyrir skólan, svona það. Já, það er kannski helgast að því að konan hans fór til Póllands í aðgerð. Þannig að þessu upplýsting. Þannig að hann er 1 í staðinn fyrir 2. Við búum í svo mikið til að nála sérstaklega heim í Súðavík. Við erum ekki vörn. Boðleiðin er stutt, það er hægt að fara að hitta. Það er hægt að fara að tekka.
Þannig að ég hvet ykkur til þess í staðinn fyrir kannski að velta því fyrir ykkur hvort hann standi ekki við opnunartímann eða ætti ekki að vera með búð. Það er ekkert valkvætt fyrir hann að hafa búð. Hann tekur á sig verslunarrekstur sem kannski grunnatriði. Þitt var hugsað sem svona grundvöllur fyrir því að reka búðina sem að mun aldrei bera sig. Það er veitingarekstur. Þess vegna segi ég við ykkur, þið viljum það bara hafa það í huga. Finnst ykkur ofrausna við sem að styrkja verslunarna, þá er það bara, ef það er ekki, þá verður ekki verslunarna. Þið getið alveg gefið það. Já, ég er bara með ábendi, svo þið vitið örugglega hvað ég ætla að segja. Við erum með heimasíðu. Ég vildi sjá bara upplýsingar flæða þarna inn alls konar. Í 3,5 ár er bara mjög lítið af upplýsingar komið. Og þið getið svara hvers vegna þið hafa ekki gert neitt í því. Hvort þið viljið sjá þetta svona? Ég var náttúrulega að svara fyrir mig. Ég hef bara ekki áttum á því. Ég er náttúrulega vel upplýstur að því ég sjálfur inn í Vestendum hef ekki leitað upplýsingum á þennan á. Ég er búin að senda En þetta þetta er alveg bara fín ábending hér og þetta þurfum við bara að laga. Já, ég er búin að senda oft á ykkur. Þetta er ekki eitthvað samtök hérna sem við sitjum fyrir sem eru að fremja ykkur glæpi. Við erum að reyna að vinna fyrir ykkur og auðvitað eiga upplýsingar bara að vera til stað. En viljið þið svara? Já, mér langar að svara það, þetta kannski snýr beint að mér. Það er ekkert margir sem setja inn á heimasíðuna. Það er kannski ég, Þorsteinn, Haukur og Hulda. Það er ekki margir aðrir. Það er líka bara spurningur í hvaða hlutverki við erum. Er tíma sveitarstjóra vel varið í þegar hann sé að reyna að finna einhverja fréttir eða eitthvað skemmtilegt inn á heimasíðuna? Er þá ekki bara betra að ráða mannesku í því að vera verkstjóri? Við höfum verið með Þorsteinn Hauk sem hefur hjálpað okkur. Ég nefndi að við að núna bara fyrir skemmstu að hann tæki meira hlutverk þar einn. Þannig að bara áfram með það. Það er mín sín. Já. Þá er kannski bara komið þarna hlutverk. Mér langar að spyrja bara varðandi þetta. Er það að tala almenna upplýsingagjöf til íbúa? Kannski ekki bara opnunartíma búða. Nei. Bara alls konar sem að skilja og ákvarðanir sem verið að taka og fundir og það er búið að ákvarða ansi mikið. Sem þið getur upplýst núna til dæmis sem við vorum að tala í gær. Það er lítið spurning, það er ekki alltaf fundagerðir opnar. Já. Hvað þarf meira dælukerfi en það? Það er voðalega erfitt að lesa út úr þessu fundagerð. Fundagerðum? Já. Það er ekki múið að lesa nýjastu fundagerðum. Eru þið ekki múið að lesa nýjastu? Finnst þið búið að svara? Já. Ég er bara ábyrgning, engin spurning. Já. Við má bæta við bara öskult. Hérna skýrsla sveitarstjóran, ef hún verður birt, þar sem við erum að fara yfir framkvæmdir sem hafa átt sér stað, og þá er það mjög góð upplýsingar. Upplýsingagjöf, sko það er tvær búin rétt hönd hérna. Ég skal taka örstuð um það. Það var ákveðið eftir ábendingu frá kjörnum fulltrúa að birta skýrslu sveitarstjóra. Og þetta var ákveðið skref fyrir mig. Þetta bara upplýsa eitthvað um það. Ég hef notað skýrslu sveitarstjóra sem svona hálfgert trúnaðarsamtal við sveitarstjóra. Því ég þarf að upplýsa sveitarstjórn allt sem ég gerir. Sumt af því er kannski bara eitthvað tímabært að setja út í samfélagi. Sumt er á eitthvað umræðistíð og ég hef tíundað eiginlega en það var ákveðið að hún er yfir. Þannig að ég forma aðra skýrslu sveitarstjóra. Ég set ekki allt inn, set ekki vangaveltur eitthvað fólk kannski út í bæði eða eitthvað leikst eða eitthvað byrtingar. Eða kannski eitthvað viðkvæma samninga eða samningarumleitanir. Og ég tekur bara svona nærtækt dæmi sem er kartkið. Það er ekkert auðvelt að endilega að meta það hvort þessi tímabært að setja þetta út í samfélagi. Það er ekki það að þurfa að vera ekki einn. Þetta er bara þessar upplýsingar þurfa að vera þannig að dagsljósið þolir á því tímapunkti sem það setja út. Þannig að þetta er áfram og verður byggt. Mér langar að benda á að það er reyndar annar vettvangur sem er svolítið að taka við af þessari síðu Súðavíkurhrepps sem er fólkið í Súðavík. Afskaplega lifandi vefur. Og samtökin. Og fólk getur sett inn Fólkið í Súðavík. Nei, hvað er það? Íbúarsamtök, ég man aldrei nafni á þessu, þetta kemur automatist upp. Að þarna, þetta er mjög lifandi vefur. Þarna er fólk svona bara annarkvæmt að hnippa í nágrannana eða segja öllum allt eða spyrja eða eitthvað. Og þetta er tölvöld mikið notað. Ég veit það ekki kannski alveg allir á Facebook en allir sé ekki 90 og eitthvað %. Hérna, bæjarbúa.
Ekki ég. Nei, en þú ert líka steikjarvingurinn okkar elsku kallinn minn. Ég skal alltaf segja þér allt. Það er fínt. Ekki veit hana á hlutina. Það er skrifað mikið þér þarna hér búið. Já, við erum alltaf því sem gleymum mig bara meirut. En svo er það annað að þessi búð hefur oft verið rekin með sóma gegn tíðina og það er fólk hér í Súðavík sem hefur bara, held ég, aldrei stigið fæti inn í þessa verslun. Sko, gerum það öðru hvoru. Ég er ekki að segja að þetta eru miklu ódýrar að versla allt í Bónus eða eitthvað slíkt. Við viljum hafa búð, en við skulum svona endrum og sinnum stinga það í nefi og kaupa eitthvað. Af því að búðin eru við og við erum búðin. Og við erum með peningunum okkar að styrkja þetta og ég er alveg sammála því að það má alveg nota einhver dulnefni í ásreikningi eða til að fá ekki batterið á nakkan fyrir að vera að styrkja búð. Við viljum hafa þetta. Við finnum fyrir því þegar við lokumst inni. Og svo ég veit að ég sitt í, ég var varamaður og kem bara svona inn á 10. hvert fund og veit hvorki þennan heim eða annan mót, sko. En það langar maður að benda það að göngustígurinn minn, það var sett svona fínt svona runni, sunnanverðu úr Holtagötunni og síðan hefur þessi fíni runni fengið að vaxa og verða tré og teppir þennan góða göngustíg sýnt og heilagt. Hvað er þetta, hjólsagamorðinginn þarna, það er skamir og hann Bragi á svona ægilega græju svona, það þarf bara að halda þessu niðri og spurningin er til ykkar aðalmenn. Ef ég kæmi nú vel við hann Barða og fengi nú lánaða hryllingsgræjuna, mætti ég að sarga þetta niður í runnahæð aftur. Já, það er bara víða þorpið. Já, ég er bara svo minnst lík. Ég geti kannski lánað Barða út ef ég... Það var ekki saman, það taka hann yfir rót. Svarið komið. Eitt sagði já, ég treysti Rúnari. Já. Eða innlegg. Þeir voru hérna áðan, þessi góðu menn með kalkfræðingin og annað. Þarf ekki kalkfræðingurinn mann? Jú, ekki mikið. Ég er að spá í sambandi við vatnsveituna. Hún hefur ekki eins og til að þjóna okkur almenna, hvernig er staðan á henni? Og ég taka þetta ekki? Já, ég veit ekki hver það er sem að þarf að tala um þetta. Já, ég kannski nærtakast, vatnsveitan virkar vel núna, en það var búið að vera mikið óláð. Það er í 1,5 ári. En hins vegar er ljóst að við þurfum að gera einhverja aðgerðir til þess að koma meira vatni niður á Lokkeyjarverkefnin, niður á landfyllingu. Og það er hægt að keyra þetta í gegnum þá vatnslögn sem liggur í dag, en það er æskilegt að koma með aðra vatnslögn. En nú væri þetta búið að vera síðan ég var að vinna hérna. Af hverju var ekkert gert í sumar? Til þess að vera öruggur. Af því við vitum það að Gauti, Háaþættin endar, ekki Gauti, Háaþættin, það er vatn. Ja. Og svo talum við ekki að þeir þurfa vatn líka. En það er ekki rétt að ekkert hafi gerst. Það er ýmislegt búið að gera, en það sem við bíðum eftir og er ykkur væntanlega fyrir í þessari viku samkvæmt upplýsingum sem ég hef, það er lega háspennustrengs í Örnugöðurana. Af því að við ætlum að reyna að grafa jarðstrenginn niður, fyrirgefa vatnslögnina niður í samhliða okkar. Þetta er dýrt verkefni en við förum í þetta bara einum sér. Við erum að tala um milljónir. En þetta verður ekki gert ef það verður samin, eða það? Hvað segir þau? Verður þetta gert ef það verður samin? Það verður alltaf gert af því að það verður að fóðra þessa verksmiðju. Við erum að gera samning og hann stendur hvort sem það verður samin til þetta. Má ég klára fyrir spurningar? Ég langar að spyrja samkomúsið. Þetta er mér hjartasmáli eða. Ég vil láta gera eitthvað fyrir samkomúsið á að það dettur út á tíma. Þú talar um að þetta út á tíma... Þegar það eru 100 ára, þá má ekki breyta henni. Það eru ríkar hugmyndir í plássunni þetta samkomús og ekki mörgum mjög vænt það. Það er búið að koma tillögur að breyta því, sem ég er rosalega vel á og ég legg til að það verði sett bara í þetta að Hannahúsið upp á ný. Þetta er allt á flott hús, allt á mikil sálartengsli til þess að láta fara niður. Og við höfum bara stjórn á tíma til að gera, við höfum 4 ár.
Það var að fundi í gær, ekki náttúrulega það að eyrnamerka fé í þennan lið til þess að halda áfram með það. En ég vil alls ekki að breyta það fram. Það er bara ekki í umræðin að breyta það fram, en svo er það bara ykkar höndur. Þið getið alls það komið að því að koma með hugmyndaræði hvernig við sjá það. Stærsti liðum sem við sjáum í því að gera þetta mænt fyrir fatlaða af tjálsvæðinu sem eru þá ekki að eina sækjumhúsið á landinu sem með aðgengi af tjálsvæðinu og byggt inn í fjálsinu. Það var tekið fyrir á fundi í gær, það má kannski nefna það að það var ályktað þetta á sveitarstjórnarfundi í gær, þetta var tekið til umræðu. Það má ég ekki segja það, við vorum einn ekki peningi það að gera. Jú, það var verið það má alveg koma fram. Ég fikk engar. Það var bara frændum, ég sagði það. Það væri það skrítið guðinu minni, það var mikið kæft að við. Ég er heimasíðu. Þetta fyrsta málið það er að teikna þetta og hanna þetta og fá í þetta, einhvers konar verðmat hvert komið að kosta. En ekki fara með þetta þannig að þetta allir peningur bara klárast í allir. Nei, en þú er samt að láta að hanna þetta Já, ég veit það. Og sýnum fram að þetta er kostnaðið þessu. Það er búið væla húsið, er þetta ekki? Þannig að fólki líst á þetta, það má breyta því. En má ekki henda fram rissið fyrir okkur íbúðuna ef við erum hafið Guðmund að segja. Má þá ekki henda fram einhverju rissmynd sem við getum sett okkar hugmyndir fram. Þá þarf að setja fram einhverja rissmynd fyrst áður við erum búin að henda einhverjum fullt af peningum í teikningu. Bara algjörlega. Má ég aðeins fyrir því? Já, en ég langar bara þetta strax. Við tókum sérst ákvörðum það á fundinum í gær að við myndum fá arkitekt til þess að halda fund í kannski bara eins og í þessu rými hérna þar sem hann myndi fara með hugmyndir þess sem að koma og teikna jafn á við getum skoða hvernig þetta kemur út. Þannig að þetta verði eins opna ferli og hægt. Já, af því að Gunnar veit ekki neitt þetta mál. Það var talað það á fundinum að þakið liggur undir skemmdum, loftglugginn sem inn af sýningarsalnum. Þar er komið skemmd í þakið og þetta er svona lausynlegar og það eru gluggar sem að gefa sig og rignir innum og snjóar og guð hvað. Það er búið að eyrnamerkja pening til þess að byrja á þessu til þess að útibyrgja húsið og síðan var líka rætt á þessu fundi að það væri gaman að fá að leggja fram einhverja kannski grófa grunn tillögu frá arkitekt og leyfa þorpurunum að segja sitt það og þá geta komið nýjar hugmyndir sem að arkitekti getur unnið út frá. Þannig að við séum öll sátt. Og ef þið náðu ekki saman þetta þá keyri ég. Já, ég ætla bara að benda á að auglýstur fundartími liðinn. Þannig að ef einhver með tvær. Já, ég ætla samt bara að segja, ég held að þeim sé ekki að meina lausu, ég meina að meina lausu, að setja hérna áfram. Bragi vildi að það væri alveg svigrúm fyrir það, en ég vil hins vegar ef einhver gerði ráð fyrir að fara klukkan 15:30 og þurft að fara eitthvað annað að segja að við erum meðvitað það, þannig að ef að þið þurfum að... Þú segir það með ykkar leyfi. Já, með ykkar leyfi, það höndum við aðeins áfram. Kæri Suðvíkingar. Já. Við erum tvær spurningar og viðbót og það stór eitthvað hönd. Já, meina líka. Já, ok. Þessi blessu sorpskildi sem voru kippt hérna í minni tíð. Eiga þau bara að standa þarna það sem eftir æfinar? Svaraði nei, en þau eru þarna. Og það er ekki fallegt? Nei. Við fyrstu tími til komum þetta að fara inn í djúp. Hugmyndin svo að það var nú reyndar andstaða við þetta í djúpinu. Þannig að til þess að koma þessu í notkun sem fyrst, þá er þetta meðal annars niður á höfn, þar sem að hafa staðið óvarða ruslatunnur og yfir tæmst þegar það hefur komið frá hvassviðri. Hvað segir þið? Þegar ekki hvassviðri. Þegar kemur hvassviðri, sérstaklega norðanátt og norðvestan. Og það eru þessar tunnur sem standa þarna út á suðu. Það eru bundnar. Ég veit að eru bundnar. Ég veit að eru bundnar. Já, fyrstæði, ég veit alveg hvað það var. Er það ekki bara þegar bókar verða fullir að þá þarf að taka það? Það er ekki. Það er það. Já, má ég svara spurningu? Já, ég er bara að segja það. Þannig að þú vitir það. Það fer ekkert fram hjá mig. Nei. En restin af skílunum,
Ég held að þú vunir það sjálf, Guðrún, að það mætti talsverði andstöðu þegar við reyndum að breyta sortmálanum í nýtum. Já, ég veit það. Ég held samt að það væri búið að laga það. Nei, af því að við fórum út í að kaupa það. Við suma semst ekki, það er bara ljóst. En ráðum við þessu ekki? Við ráðum því, jú, og við rauninni getum við gert ekkert, en það bara, í mínum huga gengur það ekki, við verðum að finna lausn. En, ok, ég er búin að ná þessu, en síðasta spurning, þegar laus störf hér í, sem er fyrir Súðavíkurhrepp, verða þau auglýst? Já, það er með einnig. Öll? Það verður með einnig. Ok, takk fyrir. Ég er búin. Ég ætla að spyrja hana, hvað er framtíð fyrir krakkar í Súðavík? Er eitthvað í boði? Yes. Já, þetta er góð spurning og skemmtileg því að við erum að reyna að lyfta þeim málaflokki aðeins herra. Hann hefur verið í algjörum mólistu. Þetta við séum öll saman um það. Ég er búinn að gera drög að samningi við Fall. Þetta heitir Fall Ritial eða Ritial Fall fyrir hvað ég smíðum stundum við. Hann er með mjög metnaðarfullt áform að gera eitthvað hér í Þorpi. Og mín hugmynd, og sem ég er búinn að viðra við sveitarstjórn, er að ráða sem tómstundafulltrúa. Ekki bara í eitthvað verkefni. Fyrsta verkefni var að reyna að leysa félagsmiðstöðuna. Eitthvað íþróttir er búið? Já, það er það sem til, já. Og þetta er fjæðgara síðuna plagg sem ég sýndi þeim í gær með hugmyndum. Þetta hefði ég viljað bera undir fund fræðslu tómstundar menningar og kynningarnefndar. Helst hefði ég ekkert viljað bera undir nefndinni, ég hefði bara viljað samþykkja þetta og klára þetta. En mér finnst það skemmtilegri með þetta. Og í framhald af því munum við kynna þetta fyrir íbúum. Bara hægt að byrta þetta hvort sem er á heimasíðu eða inn á vefnum. Ok, takk fyrir þetta. Og ekki bara börnene í tómstunden, en hvað með skólanu? Líka. Hvað þeir nú hætta annerledes, og så vandrer jeg fra skjoler og leggskjuler, og vi har sådan en småheit, bare være lokker og virkelig markere tidsefylder, og så den smaken skemmtileg. Ég ætla að segja bara að það er ekki búið. En fyrst og það er skoða, við erum ekkert að mitt fari hérna, en til þess að getum við ekki skólastjóra eitthvað annað, þá þarf náttúrulega að byggja. Það byggja húsnæði. Þú veist, það er engin, þarf ekki að setja það svolítið til þess að fá kennara eða skólastjóra eða eitthvað enga, þá þarf náttúrulega að... Það þarf að vera húsnæði. Já. Það er spurning kannski, farandi húsnæðismáli. Já, það er eitthvað... Það hefur verið rætt. Það er bygging á húsnæði. Já. Það var svona fyrir eldri íbúða, fylgja þessi Já, þetta er svona sem Bækki var sem að segja. Það höfum það því sem eru eldri og viljum vera minnka þessi. Þetta er lengi verið talað um þetta í Súðavík. Þetta er ekki fyrsta skipt sem talaði að byggja eitthvað svona fyrir eldra fólk sem vil færa sig til stóru húsum, eins og við tvö. Það er löngu byrjað að tala um þetta. Það er alltaf að 30 ára, en við verðum að hafa pýrur í bílskur fyrir Jónas. Það var alltaf að við rættum það að byggja 4-6 íbúðir. Já, það er sem sagt planið. Er það með þjónustukjarna eða væri það bara starf? Ég myndi ekki þora að fara út í að gera ráð fyrir, jú, ég myndi þora að gera ráð fyrir þjónustukjarna, en ég myndi ekki þora að veðja á að það fengist eitthvað mannski í það starf strax. Við vorum að tala um það þegar við vorum að tala um þetta á fundunum, en ég manna alveg hárrétt að byggja húsið þannig að það veri rými til sameiginlegar notkkunar, ef þú ert að spyrja til því. Sýsta Maja líka með spurningu? Já, mér langar að spyrja í sambandi við göngustígana. Var ekki búið að teikna ljós inn á eða lýsingu inn á þessa göngustíga? Var það ekki teikningunni? Er komið lýsing? Það er staurar. Já, það er ekki ljós. En ég meina áframhaldið var fram að Melrakka. Já. Það er ekki hægt að... Mér minnir að hafa teiknað ljós það líka. Já, þetta er bara mjög... Þetta er bara sagt, þetta er bara svo til. Fólki langar að labba á kvöldin. Já, það eru tveir göngustígar sem eru rauninni ekkert upplýstir. Annar er fyrir neðan Holtagötunni hérna, sem þennan enda, og þessi stígur sem þú talar um. Það er kannski ekki alveg tímabært að setja staura niður þarna í áttina með Melrakka af því að það er búið að sækja lóð fyrir frístundahús
Það getur orðið eitthvað rask, þannig að við getum þurft að bíða svolítið. En að samanskapta þetta bara. En þá það líka það að við erum framlega alveg ofan í fólki sem býr í húsinu alveg. Þannig að við þurfum að vanda okkur svolítið fyrir svolítið lýsing. Framdís göngustíga Súðavík ættum að vera bjartar þegar við erum að bæta stuðu og svo er búið hreppurinn búin að eignast þetta fína tæki þar sem þetta er á mótundur vel. Það sem hún er. En það var að bæta á eins og með bara að því að var að vera að tala síðuna. Eins og maður sér, til dæmis Hveragerði og eitthvað annað, það er oft bara, það er verið að tala og hafa þess fínt að hafa síðunni, hérna eru þessar gönguleiðir í boði, þannig að fleiri, ekki bara fólki inn í bænum, getur vita hvað er gönguleiðina, en að hafa eitthvað fólk af þeim til að nýta, sem væri kannski eitthvað því sem mætti vera inn á síðunni. Það var eftir skoða. Ég tek alveg til það. Upplýsingagjöf. Já, og Lilja og svo takk. En við að tala þessa upplýsingagjöf sem svo mikilvæg því að það getur skapað svo mikill misskilningur og alls konar lendi. En mér langar að benda inn á þessari íbúðarsamtök Súðavíkur síðunni alls konar, ekki bara opnum tími búðarinnar, heldur líka þegar hún Anni Berit með svo frábæra hugmyndir í kortinu. Það kviknar upp svo á henni alls konar ljós og ég vil endilega benda ykkur á að skoða þar inni hugmyndirnar hennar. Af því að mér fannst að það er svo snilldarlegar hugmyndir. Ég ætla bara að svara fyrir mitt. Ég búin að fá margar pillur frá henni Anni Berit og mér þykir alveg mjög vænt allar og allar mjög góðar. Allar mjög góðar. Og það væri gaman að fleiri tækir sig saman og senda okkur pillur. Já, Hvaða lít? Þetta er góðar pillur, Jónsson. Og hvaða lít? Já, ég er alltaf gæmandi eitthvað, ég skal bara vera stutt orð. Þannig er Ísafjarðarbær á stóran bita af Álftafirði, Álftafjarðarbotni, sem sagt hérna vestanverðu en ekki austanverðu. Og síðast í gekkarni eftir þá var það nánast ófært. Það koma skip frá Ísafirði, sem sagt þar sem þeir græða rútur fullar af fólki frá Ísafjarðarhöfnum og þarna arkar fólk fram og tilbaka í þessu svaði. Við klömbuðum úr svona lítla brú þarna einu sinni og hérna, en þetta er einn flói og er ekki bara tilvalið fyrir sveitarstjórn Súðavíkur að fara fram á það að þau gangi þannig frá þessu svæði að fólk sé ekki að hafa drukknað í skít og leir og fleiri. Hefur þið búin að fá herni styrk? Ég sá að við höfum herni styrk frá einhverju ferðamálasjóði til þess að gera þetta aftur. Það gat bara ekki verið meira vondur en Gylfa. Vil ég svara þessu varðandi landsvæðis? Já, ég svaraði mjög bara stuttarlega. Það er sem sagt þannig að Ísafjarðarbær fékk styrk og svona myndarlega með við göngustíg af því að það átti að gera brú líka á það. En það glemdist að athuga hver ætti landið, það setti þetta í allt í uppnátt, þess vegna hefur ekkert verið klárað meira. En var ekki verið að tala þá hring meðfram Vatnshlíðinni og... Nei, það er ekki Vatnshlíðin. Já, ég þarf ekki að segja svona. Það er löngu það. Já, það er gott. Það var sem sagt þannig að það sem að pallurinn átt að vera, útsýnispallurinn, átt að vera brú yfir útsýnispallur, en eins og þetta var teiknað, þá var búið að teikna útsýnispallinn í landi Svartfoss. Það var kannski óheppilegt. Því að það var ekkert búið að ræða við. Það nafniðin hafði ekki farið að lægja. Já, þar með stoppaði verkefni. Já, það er ekki brosa. En akkurat þessi sko frá Seljalandi, þú veist kannski ekki hvað það er. Jú, já. Og inn hlíðina, inn að Valagiljum, alveg sem sagt inn að Gili. Er það ekki einn Ísafjarðarbær? Það er einn Ísafjarðarbær. Og þetta er vandræðasvæði. Ég er alveg inn í þessu máli sko. Það er aðeins ekki. Kölluðu okkur annur enda á fund, þarna eftir að strandaði hjá þeim. Þeir ætluðu að byrja á þessu, brúnni og útsýnispalli í landi Svartfoss eða Braga. En þeir sögðust á snúa þessu við og fari að laga göngustíginn núna síðastliðið sumar. En þeir eru ekki mættir ennþá. Það vandrar göngin á milli. Það fæst
fæst ekki útbókað því að það var gert ráð fyrir að gera pallinn fyrst og svo göngustíginn og það er ferðamálastofan sem stoppar núna. Framkvæmdasjóður ferðamála. Hérna einn spurning bara til þín. Er þú tímabundin? Af því að ég vil að fólki sitja á honum. Þú vilt að fólki sitja á honum? Ég vil að þau sitja á honum ef þau eru eitthvað góður. Já. En líka bara, það er langt síðan síðast í bóðum og bara samtal ykkar við okkur sveitarstjórn. Það má skjóta á okkur og það má koma með gagnrýni og spurningar en við hefum líka frá okkur hvaða sýn hafið þið á þetta sveitarfélag til lengri tíma. Ég meina, hér var verið að ræða sameiningu. Hafið þið einhverja skoðun á sameiningu? Það hlýtur að vera. Ef að göngin koma, þá er mér alveg sama. Já, ég líka. Sko, það snýst ekki alveg sama og ekki sama því. Sameining verður eins og Einar var að segja á það, með hvaða eða hvenar. Þeir mun íta okkur á, sko. Á sínum tíma fluttum við í þetta land hér frá akkurat land sem setja svona bryggja á halvsjóna manni, sko. Eftir hérna léttara að anda, skilu. En það verður bara rólega fyrir okkur verður sameining. Það snýst ekki sameining. Við erum sameining við Ísafjörður, hvort við erum að drakka saman vatn og við erum að anda saman loft, sko. Okkur vandrar bara með það á miðli. Þarna á umræðan að byrja og þetta er bara minn skorun ef þið viljið á ykkur, sko. Bara meira læti. Okkur vandrar bara einn og Sofía Vagsdóttir hér til eða hvað. Ég mátti ekki eins og Dagrún segja, að vera vondur meira við Gylfa. Byggjum bara stjórnhúsi hérna í Súðavík. Hann keyra bara í vinnunni út eftir. Hann verður fljótur á okkur að það þarf ekki endilega, skilu, svo segir hann sjálfur kallinn, núna bara rafrænt. Býttu á morgun, þessi maður verður kannski á Selfossi, samt verður í stjórn Ísafjarðarbæjar, sko. Af því það er orðið aftur rafrænt. En fyrir utan það, þótt það sé alltaf rafrænt, þá er svona eldri borgarar sem ekki teknir í þessu. Það þarf að vera... Þess vegna umræðan á ekkert að snúast neina sameiningu, það á að snúast gata á milli. Já, samt þess að framtíðarsýn. Ég mörg ár síðan við byggi húsvörður vorum mikið í umræðinu með það að byggja svona þjónustukjarna og litlar íbúðir fyrir eldra fólk og sérstaklega þetta frá þessa sín að fara úr stórhúsunum sínum eða við áfram búa hér og fá svona lágmars. Allavega þetta þykir flott að heyra þetta svæði þar sem þið getur það hýrt, þó þið þyrftu kannski einhvað þjónustu. Mér finnst það mjög þarft. Göng finnst mér að vera skilyrði fyrir sameiningu, algjörlega. Og ég treysti bara ekki, taka tók á mér svolítið þess að ég ætlaði að spyrja áðan hjá hann að Gylfa. En mér finnst líka sko, Dýrafjarðargöngin átti það ekki að vera Álftafjarðargöng og við gáum eftir. Við vitum alveg þessa gríðarlegu, hvað maður að segja, áherslur á að tengja við Suðurfirðina og allt í góðu með það. En nú kemur Breiðabólsgöngin, þau eru bara stórhættuleg mörgu og auðvitað vildu allir að það væri bara sikkort göngin fram og tilbaka eða hvernig sem það væri. En við bökkum, Súðavík þarf alltaf að bakka, finnst mér. Og þess vegna er svo hrætt við þetta að sjá ekki, mér finnst þetta frábær hugmynd Vestfirðir, sjávarbyggð, eitthvað. Mér finnst það frábært og margt gott getur komið út úr þessu. En ég sé ekki, ég held að við, Súðavík, verðum enn og aftur í einhverju svona, þá fengjum við erum bara sett á margra ára stíð eftir göngum. Ég grípa það síðan í þetta. Sko, það er margir misjátt að sína á göng. Ég fór eins og fund hjá það, minnum nú og þú hafi verið á hann með sjálfstæðismönnum sem komið til Súðavík. Já, ég var. Og ég bað á að taka hausinn út úr þeirri hólu sem voru með hann og horfa fram til framtíðarinnar. Gerið þið göng til Álftafjarðar, gerið þið göng inn úr Ísafirði yfir í Klettásin og Hringtorp þar. Leysið þið það vandamál. Þá er þið komið láglendisveg frá Borgveg
og svo er í Búðardal. Þá var bara einn æðsti ráðamaður þjóðarins sem sagði bara ha. Það er eins og menn viti ekki framtíðan. Þessar raddir þurfa að heyrast miklu meira. Við þurfum öll að láta heyri í okkur alla möguleika sem við dekkum í hug og öskra mikið meira á það. Já, verið duglegir. Eitt sem er að betta á, því að það er einmitt, maður heyrir rosalega mikið, fólk vill þjónustukeppna hérna fyrir eldra fólk, sem er bara skiljanlegt, þú veist, að vera orðin búin að búa hérna í mörg ár og bara svo rekkaflutninga til Ísafjarðar, það er eina þjónustan, er að ég veit til dæmis að Heilbrigðisstofnunin á Ísafjarðarbær er búin að vera svolítið mikið í samvinnu með heimahjúkrun og heimaþjónustu að gera, þú veist, hafa þetta svona meira saminað, að það væri náttúrulega, ef það væri hugsað einhvern keppna hérna, að það væri náttúrulega fínt að hafa samband við Heilbrigðisstofnunina eða daginn og bara heyrðist, er þetta eitthvað sem að við getum komið inn í líka. Ég meina, Heilbrigðisstofnunin það er að sinna fólki hérna, en það er náttúrulega samfélagið er þá eitthvað sem getur verið hér á staðnum til þess að fólk getur elst hérna. Ég bara, af því ég náttúrulega var í heimahjúkrun lengi og það var alveg mjög oft sem hún að þetta hringja, heyrðu, tíðum er lokuð, við getum ekki komið að syndir í dag. Þú veist, er sveitarfélagið, getur það eitthvað staðið í meiri samvinni? Það er einn punktur sem við langar að koma inn á hana í samfélagið það. Þú veist, göngunum hinum minn, þetta er oft stór rödd. Þau eru svo hættuleg þessi göng að það verður að fara í þau fyrst. Þarna getur þið stýrt hættunni, en þú stýrir það hvorki í snjóflóðinu eða grjóti. Nei, en það þarf kannski mögulega að vera þangað til að það þyrfti náttúrulega líka þá geta undirbúið þjónustu hérna. Þannig að það er náttúrulega ekkert alltaf opið. Og svo heyrum við líka bara, þú veist, það er svo sterkar rættir á þess að, og þú veist, alveg svo, Dakka heldur sem þetta, sko, það er þetta, þú veist, að vera að segja að þungaflutningar fari bara allt, hérna, það er bara ekki rétt. Og þess að það er svo skrítið, þess vegna áttu dýraflutningar, þess að styrkja þetta, við vitum alveg að þetta er, og svo hafum, hérna, þetta er frábært að skuli koma svona mörg skip og þeir eru allir að græða pening, fínt, og það er dynjandi, því það er perla til þess að heimsækja. Þetta eru áherslunar og við vitum þetta alveg. Og hvað komum við inn í, nei? Sko, eitt í sambandi við þetta, með fjallæðin og lengdina og í sambandi við þessa keistur alltaf, talaði bara um atvinnubílstjórnum. Já, ég veit það, ég er búin að heyra í þeir segja bara, við leggjum bara stað í Áttasúðavík, svo ítið bara eftir. Já. Ef við þurfum hina leiðina, þá þurfum við að gísleggja alla leiðina. Ég veit það. Og líka það er svo miklu meiri hækkun fyrir vestan, það er svo miklu meiri olíu hérna kostnaður og hvað horfa fyrirtækin á? Þannig að þetta er og verður aðaleiðin til Reykjavíkur. En mér finnst bara að það líka þessi rödd frá Ísafjarðarbæ. Sko, hinn almenni Ísfirðingur er með okkur ég veit það, en það er bara bæjarstjórn ég öskri þig, það skilur. Já, ég er bara skammaður Það er breytan í þessu þegar þetta verður búið hérna allt þessu sem er ekki að núna þegar við erum að dindistennum er alveg búið, það verður búið að brúa fyrndina hérna, þú veist, í Djúpadal og þar að þá verður þetta þannig að sumartrafikkin, hún fer þessa leið en leið að kemur vetur ég bara þekki þetta eigin reynslu við að keyra hérna í 10 ára um þetta svæði að veðurfalla sér þá verður þessi leið hérna sem er stór hluti að rúnda á vetur sem það verður alltaf farið hér. Þetta er bara svo skrítið þessi áhersla, það skulle ekki hafa komið meira frá Ísfirðinum það er alltaf svo að tala um göng sem bara fyrir Súðavík. Og Bolvíkingar standa með okkur opinberlega. Það vantar alveg þrýstingin bæði frá Ísafirði og Bolungarvík. Nei, það vantar ekki frá Bolungarvík. Þeir hafa í ræðu og riti, opinberu vettvangi Oddný, lýst yfir stuðningi við Álftafjarðargöng. Þannig það vantar ekki frá þeim ranni en Ísfirðingar. Kannski sáum við það að þá, mér langaði ekki til þess að því að Gylfi fram frumar hérna og ég átti alltaf bara að klappa hann upp. Það var skemmtilegt erindi og frábært. Mér fannst ekki viti í öðru en að fengja að kynna þetta fyrir ykkur. En ég varð að kalla eftir því af hverju styður Ísafjarðarbær aldrei við jarðgangagerð hérna og almennt við sveitarfélagi. Þá var ég að tala í opinberu umræðu við inn á nefndasviði, við þingmenn, við ráðherra. Flestar aðgerðir Ísfirðinga sem þeir hafa verið að pressa á og fengið í gegn það valda því að það er vegið að sveitarfélaginu hér. Það er bara staðið í miður. Og ef þú ætlar að tala um sameiningu um sveitarfélag, ekki byrja á því að höggva í það ítrekkað. Sýndu því smá samkennd, þá getum við byrjað að tala saman.
Já, ég vil reyna að segja þetta við hann sko, því að ég veit að, en þetta ekki slæm sín upp á langa framtíð að Vestfirðir verði einu sem að stendur saman. En eins og Það vantar samgöngu, það snýst alltaf, við förum alltaf þetta þennan hring og endum alltaf í samgöngu. Það er ekki við bóð. Nei, ég ætla bara að segja, ég heyri og sé, þú veist að því ég sagði að formaður fulltrúar verður lokið, ég heyri að þetta samtal er í fullum gangi. Ég bara hvet ykkur til þess að bara halda áfram að spjalla ef þið viljið, en ég ætla að þetta bakka út af því að nú ég heyri þetta er bara svona frjálst samtal og það þarf ekki neina fundarstjórn. Það er búið að vera virkilega gaman að koma og vera hérna með þetta dag í þessum fallega skóla. Ég er bara dáist að þessum fallegu listaverkum nemendunar sem ég sé hérna og ég vil bara þakka fyrir mig í dag.